Mötli Grú eru komnir á fóninn, það föstudagurinn 7. maí og FM 95 Blö heilsar ykkur á þessum föstudegi. Auður Blöndal heiti ég og sit í mínu sæti, var nú í fríi í síðustu viku og já, ekki bara ég sem búin að vera í fríi því að þetta í fyrsta sinn í langan tíma sem að það rétt upprunlega gengi hér í þættinum. Steindi Junior mættur aftur, veldu velkomin. Já, takk fyrir það, mikið hrikalega gott að vera komin. Já, þú ert búin að vera í fríi bara allan apríl. Allan apríl, já, ég er búin að vera í tökum á nýri seríu, Gett og Betur, sem er að fara að hefjast í maí og ég er mjög peppað fyrir það. Já, og eitthvað sem þú getur sagt hlustendum svona, fyrst þú vart að koma hérna eftir gott frí, hvernig það var tökum gengi? Hrikalega vel, alveg helling, ég get sagt til dæmis að það verður ýmislegt sem gengur á í þættinum, það eru menn að fara að feila lík, það verður keppendur stela úr búðum, fara í drive-by, fremja vopnu rán, þetta verður á þessu level. Já, það vakti líka hérna, þegar við hefum ekkert hittilegið Egil, það vakti líka aðdegli dómari og stigavarður hér. Það eru Kalli Bjarni og Hlín Einars. Hlín úr Hlín og Malin. Já, svo Einars hann. Og þetta er svona... Hvernig virkar þetta koncept? Eru þið alltaf stigavarður? Já, sko, Hlín er dómari og Kalli Bjarni er stigavarður. Það er bara alltaf þannig? Já, þau eru bara þannig. Þegar maður talar um Hlín Einars, þá segir maður alltaf Hlín og Malin, svona eins og þær séu einhverja hljómsveit, eða séu svona hljómsveit sem hafi hættið þeir. Einmitt, nákvæmlega. Já, þau Standaðu þessi ekki mjög vel? Jú, þau eru bara æðisleg og þetta verður, það bara kom engin annar til greina fannst mér, sem dómari og stigavarður í Gett og Betur. Ég held að það er bara engin annar komið til greina bara hjá þjóðinni. Nei, nákvæmlega. En hrikalega gott að vera búin að fá þig aftur og þú ert góður í séðan. Já, ég er bara fróðandi fínn, það er bara þannig, ég er fyllandi góður. Í bleikri skyrtu og aldrei verið betri. Laxa bleikri skyrtu og ég er bara nettur. Mjög smekklugur. Já, takk fyrir það. Egil, þú ert í þínu sæti og þú ert ekki búin að missa neinu þætti, þú varst nú bara einn í síðustu viku með Rikka G. og Kolb. Já, með Richard og Kolbáður. Hvað er ég að heyra út á götu? Ég er að heyra að þú sért að tapa karaoke-keppnum bara í rauninni bara... Nei, þú var 8 á einu. Nei, hlustendur ákveða að stríða kallinum eitthvað? Nei, trolla Richard. Hann er ekkert eðlilega lélugur söngvari, sko. Já, ég tek undir það. Vann hann karaoke í síðast? Já, vann aftur, sko. Grín var 2 í röð. Ég tek undir það. Langlélegastur. Og það er bara eins og allir hlustendur hafa verið. Nú kjósu kleinir. Jó, það er svoleiðis. Það er lélugur. Það fór hringir og kýsa. Er það alveg pottet að þetta sé troll? Hefur þið heyrt hann síðan? Nei, þetta er ekkert grín. Nei. Sko, Kolbar var með fína flutning síðast. Ég var ekki með góða flutning síðast. Kolbar með fínan flutning? Ég hlust ekki á þetta. Það kom ekki óvart. Það er enginn sem er að segja mér Ásgeir Kolb er svo góður sem. Já, það kom þetta. Þú líkur því ekki að mér, ekki mínu þætti hérna. Hann hefði átt að vinna af okkur fyrir hérna. Ég gæti sagt það hérna. Ef Íslendingar hefði ekki ákveðið að trolla Trolluðu Richard, hann vann aftur. Ég get lofað því, við getum bókað Pál Rósinkrans með Richard í karaoke-keppni og Rikki vinnur. Já, þetta er gaman að tjekka því. Já, það skiptir engum máli hvernig þú bókar, sko. Kannski léttur að fá Sverrir Bergmann, en það er aldrei að vita að henda þeim í genni. Já, ég menn hann pakkar Sverrir Bergmann saman, sko. Já, en hvað hérna, þú ert líka á stökkvi hérna, þú varst næstíð búin að missa þættin í dag, þú ert að taka upp vídeo. Já, og náður að stökkva hérna inn á milli 4 og 6. Já, ég líka sagði bara við leikstjóran og krúið, reynið að stoppa mig. Menni fyrir BFM 900 What an honor. She said it's my job. Það var bara hannig. Sér fer ég aftur og eftir, það er 8 á nótt og síðan allir dagarna á morgun. Það er ekkert annað, það er nóg að gera. En við erum með svaðalega þáttandi ykkur kæru hlustendur. Hvað erum við að tala um? Í fyrsta lagi erum við svo gladir að vera allir 3 aftur saman hérna. En sko, það er heitasti rappar og bara heitasti tónlistamar Íslands á leiðin til okkar, Aron Kahn. Akkurat. Það er rosalegur hiti í kringum hann akkurat. Já, og hlakkilega að hitta hann. Já, hann var ekki út mixtape og fleira og hann ætlar að koma eftir. Já, hann kemur hérna og við ætlum að henda honum í Giftast, Sofa hjá og drepa meðal annars. Það er eitthvað rangt við það en ég hef gaman að því. Hann er kannski full ungur í það. Fuck it. Svo erum við, við ætlum líka bara að spjalla við hann bara hverju þetta og hvað er að gerast. Kynnast honum með þessu. Við erum með, hvað stendur hérna? Augljósar. Ertu með augljósar staðreyndir í dag? Augljósar staðreyndir í dag. Já, það er hárrétt. Mér fannst það vel við hæfi að koma... Þú byrjar að herma eftir Agla og skrifa inn á handritum. Nei, já, ég hendi bara inn að vera augljósar dag. Já. Ég meina, það er ekkert að því. Sturlaðir er í pásu. Mér finnst alltaf að augljósa... Sturlaðir er ekkert í pásu. Það eru bara komnar í annan þátt og eru bara að gera góða hluti þar. Já, ég veit nú ekki góða hluti, ég segi það nú ekki. Það er búið að blása þær af. Já, mest hlusta á Vísi alltaf. Nú, er búið að blása þær af líka þar í brennslunni? Nei, okkur hérna fyrir hún. Þvílíkri siglingu þar. Nú, þvílíkri Þeir keiftu konceptið. Já. Þeir eru að taka svolítið rest og rusli á okkur.
gaman að því. Þetta rosalega dagskalur. Ok, auglýsverður í dag, ég veit ekki hvort ég spenntur yfir en ég hins vegar mjög spenntur yfir að íslensk slúður mætir aftur líka. Já, það verður eftir góða pásu. Brakandi fest í dag. Já, það var löngu komið tíma á íslensk slúður. Akkurat. Svo erum við með spurningakeppni Gilsaran sé ég líka. Já. Hvað, voru þið bara að leika ykkur að gróta á handritin? Já, ég bara... Hvaða koncept erum við að fara að vinna með þetta? Já, hvað er í dag? King of Rock'n'Roll. King of Rock'n'Roll? Yes. Sem þýðir hvað þá? Bara Rock'n'Roll. Ég var til í að vinna keppnina í dag. Já, það er ekki eitthvað sem að vill vinna. Þetta er bara svona, veist, lífstíl rockarans, einhvern veginn. Ef við höfum að vera alveg hreinskilnir. Nei, þá er ég... Blöð, ef við verum alveg hreinskilnir, er ég ekki að fara að vinna það? Er ég ekki meira rock'n'roll? Þú ert meira svona sex, drugs and rock'n'roll en ég. Ég meina að hugsa bara... Það verður að við. Er ég meira sex, drugs and rock'n'roll? Ég fjölskyldum að hvað er þetta? Það er rock'n'roll, sko. Og ég hugsa svolítið Mötley Crüe þegar bjóð til þess að... Hvað er rock'n'roll? Hvað er að gera? Já, nú allir fór ég að fatta hvað er að gera þetta. Þú veist að Coldplay er ekki rock'n'roll. Nei, ég minna, jú, ég minna, ef þetta er spurningakeppni sex, drugs and rock'n'roll, þá ert þú líklegur en ég. Það er alveg rétt. Ég stundar reglulega kynlíf, ég á fatlaðan hund og ég á grænan gæjón upp í skápi. Jú, þetta er rock'n'roll. Svo erum við Steindi er að vinna þetta, því miður. Kortmyndur frekar líka og ég veit ekki hvað. Það er veistlað framöndan virkilega. Veist það er bara eitthvað hlýlegt við að sitja hérna aftur með ykkur drengir. Þetta er æðislegt. Og við verðum í stuði í allan dag. Þið eru ekki að hafa neinar áhyggjur öðru. Elsku hlustendur. Life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me. Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blöð, hér á FM 957, það er Steindi Jón, Egill Einars og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudegi og stráka, ég er í ykkur þvílíku gír. Já, það er föstudagur Ég er í hættulegu gír, mér langar helst bara að fara að hringja um allan bæ og fíblast þetta, sko. Er það ekki líka að því þú ert að koma úr fríi, þá voru mikið að gera, núna ertu bara komin inn aftur í Circle of Trust. Algjörlega, mér líður bara einhvern veginn, ég er bara að setja þetta með lappir upp á borðið, sko. Já. Þetta er bara æðislegt. Þetta er mjög kósí, en það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Íslensku? Nei, það er á eftir. Það er á eftir, já. Við ætlum að fara í erlend slúður og ég ætla að byrja á Justin Bieber. Það er svolítið kærur núna í slúðurinn í hömmir. Hvað er verið að kæra Bieberinn? Það er verið að kæra Bieberinn $100 eða það er bara 13 milljónir. Fyrir Bieberinn? Já, hvað er það? Það fyrir ekki fyrir því, sko. Nei, það er samt. Já, mann er ekkert að henda 13 milljónum. Hann er sko, það er verið að kæra hann fyrir að eyðileggja síma. Hann var á einhverjum skemmtistað og var hann með eitthvað að fíblast og var að tjögga eitthvað drikk og þetta er sem sagt einhverju sama partí og hann var að slökka á sígart í einhverju félaga sínum og þetta náðast að myndband og Bieber sá bara gaurinn vera að taka þetta upp á vídeo þannig að hann var að tjögga drikkinn og hann tók síman á honum og smalla hann. Og býtur hvað, hérna var ekki hægt að greiða bara fyrir einn iPhone eða? Sko, hann smellaði símanum og það týndist vist líka according to the lawsuit í þessu máli að það týndist SIM-kortið og þarna voru inni 5.000 myndir og vídeo og þetta er víst alveg rosalegt Þetta er ekki bara með iCloud. Þetta er rosalegt tap fyrir eigandann. Bara með iCloud og... Erum við að tala þetta sé tilfinningalegt tjón? Já, hjá þeim sem átti síman. En ég meina, come on, 13 milljónir. Já, það er... Þetta er bara bull. Nei, ég veit það, en... Hvað skona myndir voru þetta? Erum við ekki Team Bieber aðna? Auðvitað. Eða samt að vera að taka og rústa síman mér. Já, það var kannski full reiður. Já, fyrir ekki bara að eyða vídeónu. Hann var bara í blackout og tekur síma og hendur í vegg. Come on, það var nú gerst fyrir marga maður. Erum við í Team það? Nei, ég minn, nei. Hefur þú tekið á skemmtistað þegar að vídeóður smalla síma? Ég ætla ekki að svara þessu. Nei, þú veit ekki, en þú veist, þetta er astalegt. 13 milljónir, þetta er bara bull. Já. Við tökum ekki þátt í þessu. Nei, svo er það okkar maður Prins. Já. Hann er víst dáinn. Nei, ég held að vita það nú flestir. En slúðrið er hins vegar að það fannst kókaína í kallinum og hann var búinn að vera að... Já, búinn að vera, var hann vaktstjórinn? Já, hann var búinn að vera vaktstjóri á einhverju svaðalegri lest, sko. Já, einmitt, hann var í góðri gardínu. Já, og... búinn að draga fyrir. Sólinn að reyna að komast inn, þetta var þannig. Þetta er glata. En þetta símtal sem ég er að tala um kom samt 2011. Símtal? Já, það datt inn símtal að hann var eiginlega búinn að óvitdósa á kókaín árið 20. júní 2011 og þetta er að koma í ljós núna frá lögreglunni þarna úti. Þannig að menn eru að leggja saman tvo að þetta hafi tengst að því að það er ekkert búið að fá það staðfest hvort þetta tengst lyfið með ekki. Ég meina, hann var gamall líka. Já, gamall, 57 ára eða eitthvað. Já, 57 ára. Já, sama aldrei á mamma. Já, hann er pínu litlu líka. Ég myndi að hvað hjartaði hann var lítill. Já. Hvað var hann lítill?
Hann var 1,70 1,70? Nei, hann var 1,40 og okkur. Jú. Hvað er svo? Hann var ekki. Hann var í alvöru 1,40 og okkur. Það eru dvergar. Já, hann var dvergur. Hann var ekki bara með, hann var ekki vaxinn eins og dvergur. Var hann Prinsess er ekki dvergur. Jú. Var 1,40? Nei, hann var ekki 1,47 stindi. Hvað er þetta eitthvað? Jú. Nei. Herðu, ok, byrju, ég er að googla. Ég get alveg loðið, hann var ekki 1,47. Hann hefur verið á stærri sveppa, 1,67. Hann var 1,58. 1,58, það er Það samt. er rosalega lítið. Sko, ég held að dvergamarki séu 1,53. Jú, það er þannig. Hvað er Danny DeVito? Danny DeVito, hann var 1,53 þá. Danny DeVito, býtu, hann var dvergur. Jú, ég er ekkert að gera lítið úr því. Er það jafn hár og Danny DeVito? Ég hættu þessu hérna. Danny DeVito, Hann var ekki dvergur. maður sjá, býtu. Danny DeVito var 1,47. Það var, Danny DeVito er still breathing, en mál er að Prins var 1,58, sagði það ekki? 1,58, nei, hann var sem 1,53. En betur, er hann bara þá löglegu dvergur? Nei, Slagar ég það, jú. Nei. Ég held að dvergur sé einhvers staðar inn í kringum 1,55. Ekki það sé eitthvað ræðilegt að dvergur, en hann var ekki dvergur, hann Prins, það er staðfest. Ég held að það sé 1,50 og eitthvað. Eða hvað, 1,58, er það dvergur það? Já, hann var dvergur. En málið er að, sko, þú veist, þess vegna kannski var hann, minnst óþarf að vera að klína á hann kókaini. Allt líka svona eftir hann er dáin, einhverja gamla fréttir, við hefum ekki eins og vera að segja þetta. Nei, ég held að þetta sé, já, vera að rifja upp einhverja gamla fréttir, þetta var náttúrulega þvílíkt legend, þetta var góðsögn, þetta var stórmerkilugu maður. Upp á lagið mitt með honum When Doves Cry. Já, stórmerkilugu maður og dvergur. Hann sagði í viðtali, ég let aldrei stinningu fara til spillis. Sagði hann? Stinningu? Ég let aldrei stinningu fara til spillis. Sagði hann það? Þetta er skrítið að segja það. Mjög skrítið. Mjög skrítið að segja það. 60 ára gammal, 58 bara, ég var í stinningu, þá læti ég það aldrei fara til spillis. Það er skrítið, en mikill meistari. Mikill meistari fallinn frá og rest in peace Prince. Já, ég virt hann mikill. Já, svo lokaslúrið hjá mér, það er 50 Cent, það er verið að kæra hann líka og ég hef alltaf ég hef alltaf verið tím fyrir, en ég get ekki bakkað hann að beða sér, ég hef búin að sjá þetta vídeo og það er eiginlega bara hræðilegt, þetta var komið inn á Vísi í síðustu viku. Nú, hvað var það? Hann var svona eiginlega bara að trolla og rakka niður 19 ára strák sem hann vissir reyndar ekki, ég held að hann væri stoned, hann held að hann væri bara út úr freðin. Þessi 19 ára gaur? Já, sem bara að vinna á flugvelli og bara moppa og bara að hreinsa, hvað segir það, janitor, bara húsvörður, eða bara að þrífa flugvellin og hann var að rakka niður fyrir að hann væri friðin og svona væri úlingardag, en þessi 19 strákur eru einhverfur og þetta vídeo náttúrulega fór út allt. Hvað þáttu 50 Cent að vita það? Já, samt hvað er hann að spá? Bara labbaður hann við, þetta er bara strákur að vinna sína vinnu, hvort sem var friðin eða ekki maður. Hvað var hann að segja í vídeoinu? Ég hef ekki séð vídeoinu. Bara hann væri aumingi og hvernig ungdómurinn væri í dag. Hvað þarf hann að borga mikið kass? 13 milljónir? Það var að tala $1 million, 130 milljónir. 130 milljónir fyrir að gera grína einhverjum? Þetta finnst mér bara, ég er ekki djókastöðar, ég nenni ekki að sigur út neitt, þetta er bara alveg út í hött, sko. Þetta er komið með álfur kass, sko, þetta er miklu meiri bíberinn, sko. Annar er að brjóta einhvern síma og hann þarf að borga þetta peningum og 50 Cent er að gera grína strák. Finnst þér í lagi að labba eftir einhverjum strák og vera að rakka niður og sjá milljón manns það? Auðvitað ekki, þá finnst mér að bara vera hann að fá þetta og það ætti kannski einhverja kílan í nýrun fyrir það eða eitthvað og næst er hann fyrir á djammið eða eitthvað en hann þá ekki að borga 170 milljón. En fyrir til varnar þá vissi hann ekki að strákurinn væri einhverjur. Nei, hann vissi það ekki, sko, en ég er með móla líka. Nei, hvað mólið þú með? Nei, ég er bara með eitt hérna, sko, alltaf landsinni var og hérna, ég er náttúrulega kíkt inn á síðuna, hérna TMC's. Ég er þar inni núna. Já, og ég rakk strax á fréttar með engan annar en Nicolas Cage. Yes. Nicolas Cage, og þetta er svona, Egill, þú ert náttúrulega mikið aðdáðandi. Segðu mér að sjá koma Con Air 2. Nei, það er ekki að koma. Hættar einn að tala eins og að haldir hans ég að fara í eitthvað alvöru slúður Nicolas Cage. Það var einhver að setja Bunny in the Box. Nei, það var enginn að setja hennar Bunny in the Box. Leiðu mér að klára þetta slúður, þetta er alvöru slúður. Það var í tífóli. Ég get ekki beðið þetta. Er Con Air 2 að koma? Nei, það var reyndar æðist. Eða Rock 2. Það var náttúrulega ennþá betra. Fjallar þetta með einhverja bíómynd sem er að koma? Ekki neitt. Var hann að giftast einhverja nýru konu eða? Nei. Það var þetta eitthvað vitlaust. Alls ekki. Hann var í sem sagt
Tivoli tæki með sinni sínum. Það bara í fríi. Það bara í fríi. Og hérna, hann var út á, var á Flórida og þeir voru að fara hérna í rússíbanafélagarnir og hann hoppar hérna í tæki og það er eitthvað svona, þið veit hvernig þetta er svona tæki sem fer, sem læsir áður að fara að stað, það er maður sem kemur, rússíbani bara. það er maður sem gengur þeir voru sestir, það er gauð sem gengur og byrjar að loka hjá öllum og aðtöða hvort það sé ekki loka. Vitið hvað þið? Ég farið í Tivoli. Já, þeir setja þetta niður, kalla þetta þessi vinna þetta sko. Og síðan kemur hann að Nicolas Cage og Nicolas segir, hérna, heyrðu, ég vil bara gera þetta sjálfur. Ég skal loka. Nei, það má ekki, sko. Það er bara ekki reglum hérna í Tívolínu og Nicolas Cage horfir á hann. Ég veit hvað. Nei, hann horfir bara á hann og segir bara, sorry boss, but there's only 2 men I trust. One of them is me, the other is not you. Frábært. Og þeir yfirgáðu tæki feðgarnir. Þeir slepptir bara að fara í þetta. Þeir nefndi ekki að fara í þetta. Þeir voru ekki að leiða ykkur öðrum. Það treyst honum ekki. Nicolas Cage að kvóti í bíómynd. Nicolas Cage gerði þetta. Þetta var bara á síðan þetta sem þú ert alltaf á. Þar sem við syngjum Sókrates og gefum skemmtilega glaðninga beint úr gleðibankanum. Nokkrir heppnir hlustendur næla sér í risa Eurovision pakka sem gefur partíinu þínu nýtt líf. Fylgstu vel með hjá Ósk Gunnars. Þegar hún spila Eurovision lag dagsins, hringið þú inn, en sá fyrsti sem nær inn fær glæsilegan Eurovision pakka sem inniheldur pizzaveislu frá Wilsons Pizzu, kassa af Marút snakki, nammi frá Nóa Sirius, kassa af ískaldri Stellu og rekorderlík eðal síder beint frá Svíþjóð. Sem sagt, nákvæmlega allt sem þarf að vera til staðar í ekta Eurovision partíi. Það eru 3 skref sem þú getur tekið í átt til aukinnar hollustu. Borðað á lokal, borðað aftur á lokal og komið svo bara eins og oft á lokal og þið langar. Sem ég veit að verður mjög oft. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Allir skemmtilegustu vinir þínir eru á Gullstöðinni. Horfðu á Friends alla daga vikunar klukkan 7 á Gullstöðinni. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Þú getur alveg grætt þótt liðið þitt tapi. 1x2 í tippum. Mountain Dew kynir Kian and Jay-Z í Háskólabíói 25. júní. YouTube-stjörnurnar Jay-Z vinsælu koma til Íslands með sýninguna Don't Try This at Home. Brjálæðislega fyndnir sketsar, djarfar áskoranir, óvæntar uppákomur og leyndir hæfileikar munu líta dagsins ljós. Miðasala hefst á 5. daginn klukkan 10 á tix.is. Sena Live. Ert þú búinn að prófa lúxustilboð á Wilson þar sem þú fær stóra pizza matseðli, ostabrauðstangir og 2 lítra af kók á aðeins 3.499. Hvort sem þú sækir eða færð heimsend. Pantaðan á vefnum wilsons.is eða í síma 581 1515. Það verður ekkert tortólu kjaftæði á Eistnaflugi í sumar. Mættu og dansaðu við Messuka af því að það er svo fáránlega skemmtilegt. 5. júní. Síðasti dagur til að innrita sig í Háskólann á Akureyri. 5. júní. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. 5. júní. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það. Það er svaðalegu þáttur hjá okkur í dag, styttist í Aron Kahn, rappara sem er að gera allt vitlaust. Hann ætlar að koma inn í heimsókn og spjalla hans við okkur. Við erum líka með spurningakefni Gils er hans, augljósa staðreyndir, íslensk slúður og ég veit ekki hvað og hvað. Það er hellingu framöndan. En það er hins vegar komið að dagskálið sem er vikulegur í þessum þætti og heitir Hvort myndirðu frekar. Og ég er hérna með 3 spurningar. Ég er alltaf smá kvíðinn þú ferði þetta. Á hverju? Mér finnst það bara að þetta er oft erfitt hjá þér. Já, en það er ekkert ég er ekkert að Mér fannst myndirðu fyrir cash létt, sko. En hvort myndirðu frekar, þú ert oft, sko, það er erfitt. Já, ok, ég ætla að byrja samt, eru þið tilbúnir? Já. Hvort myndirðu frekar þiggja 100 milljónir eða að það yrði alltaf 22 til 25 stegi hiti mæ, júni, júli, ágúst á Íslandi? Ef þið myndið þiggja 100 milljónir það væri bara íslenskt veðurfar eins og það er. Já. Og þið væri 100 milljónir ríkari. Maður taka til liði svolítið þarna. En það sem þú ert að gera þetta líka er að þú ert sko að spara rosalega mikið pening í utanlandsferðir. Já. Þú ert náttúrulega sko, Íslendingurinn er að
Hann að sækja í sólun annar staðar. Já. Það bara svolítið. En maður fer ekkert bara alltaf útlanda út á sólinni, sko. Bara komast af þessu ógeðslega skeri í stundu, sko. Já, en það er aðeins. Ekki verið rakkanur Íslands. En þú náttúrulega ert oftast að flýja þetta sker út af veðrinu, sko. Ég get til dæmis ekki kasta teningum á Íslandi. Kominu, ertu að tala bara í rúlett? Nei, crabs. Það er ekki hægt hér, sko. Kominu, ertu eitthvað mikið að stunda crabs? Ertu að ferða svo og getur kasta teningum? Hvað ertu Ingo Viðugur? Ég kasta teningum. Ég hef dótt á hana hýru þegar ég kasta teningum. Já, ég verði enda að heyrta af því. Og gjafarinn kallaði verið allt kasínu, we got a shooter. Ég var kallaði shooter. Egil hefur aldrei verið af stoltur og þegar gaurinn við borðið öskraði, we got a shooter. Ég meina, ef einhver myndi kalla mig shooter, ég væri reyndar alveg smá stoltur með líka, sko. Ég var bara svona versta tilfinning ævi minnar þegar ég skeit og fekk 7. Það var það F-orðið og það var allt brjála. Ég meina, ekki allir fljótur að snúmast gegn mann líka af leiðum að klúra peningum. Nei, hann var klappaður. Já, sko, ég var það mikið á hana hýru að með þess að liðaborðinu var samtalega aðdóndur. Það var búið, já, og varst náttúrulega kallað shooter. Og þetta get ég ekki gert í Íslandi þó þessi 20. hitti, þannig að þú má taka hann díl og mátt skóplónum, ég tek kúlunar. Þú tekur 100 milljónir, frekar. Það, ég sko... Egil líka byrjaði alltaf svo í klárinu þess að crabs sögans, byrjaði alltaf að spyrja alltaf við borðið, I'm gay, does anybody have a problem with that? Ég var alltaf bara Egil en hætti, svo það var allir við borðið bara, no sir, nobody has a problem with that. No sir, no problem at all. Já, það sjálfsögðu, hvað er auðvitað þetta? Ég spurði Egil. Ég held þykkur hann með byssur út allt og svo, is that a problem, I'm being gay? Og dílir bara, no problem sir. Hommes það einn maður, eldri maður sem stóður. No problem shooter. Nei, hann var ekki orðin shooter þá, það þegar hann var að byrja. Það er ekki orðin heitur hann, sko. Er þetta nýtt nickname á hann? Shooter McGavin. Egil segir hann tekur milljónirnar. Sko, við erum að tala 25 gráðu hita. Já, 22 til 25. Bara í mæ, júni, júli, ágúst. Já, þú færð alltaf toppsumar. Það er eina sem er sexy við þetta, sko. Við fáum mæjarnin. Og þetta verður alla ævi. Já. Mér finnst þetta bara ekki vera neitt vesen. Ég ætla að velja veðrið. Já, ég held ég tæki það líka. Já. Samt 100 milljónir maður. Já, ég meina, þú veist, þú vorst að deila þessu með þjóðinni. Þú getur fara á staðgreitt nýja Reins á 25 og 75 eftir. Mér langar ekkert í nýja Reins. Mér langar bara í sól. Er það næsta sem þú gerir og fara 100 milljónir og fara staðgreitt Reins? Hefur þú sest upp í nýja Reins? Ef þú sest upp í nýja Reins, segðu það við, sendu mér SMS, mér langar ekkert í nýja Reins. Þú startar húnum með appi og símanuðinum, þú ert nýju vaknaður. Já, en ég væri freka til í bara lötu sport, sko. Ég er ekki að djóka, ég er mikill lötumæður. Skrýtnir hlutir sem að kveiki í þessum meil. Þetta var ekki hrós. Þá er það næsta. Aldrei taka aftur Snapchat eða aldrei senda aftur SMS. Sko, Snapchat er nú basically orðið sem hálfgett SMS. Já. Ég nota Snapchat ekki eins og SMS, sko. Ég SMS-ast mjög lítið, ég ringi. Já. Ég er á gamla skólanum, sko. Ég tekur síman og ringi, sko. Mér er svo lengi að skrifa þetta maður, ég er alltaf einhvern veginn á fartinu og ferðinni og þetta, sko, ég geti þannig sem bara kasta pening upp á þetta. Það skiptir engum máli hvorugt. Já, ég myndi freka salta SMS-ið. Það er leiðilegt að senda SMS, ég gerir voða lítið að því. En Snaptið, þá geti allavega verið að leika mér og ég seti ykkur drastfílter á mig og ég get verið einhvern veginn svona einn upp í sófa að fýblast. Ok, Egil. Snapið. Ég myndi ekki vilja fórna snappinu, sko. Nei, það myndi bara fórna SMS-i. Ég get alveg sendir á því, sko. Mér er gaman að leika með þér, mjög gaman og gott klipp að taka þessa filter á stundum. Já, mjög gaman að leika með því og gera það aftur. Mátt samt alveg minka að þú ert að senda á mig því að ég er komið leiðið. Ég skal senda þér 2-3 kvöld. Nei, ég er góður. Svo er þú ekki að fá það frá honum með það? Þessa filter alltaf á kvöldin? Jú, ég skal senda það Steindóri. Mest æðislegt. Besta sem ég fæ, og akkur hattar það. Hann er oft eitthvað panda og... Ég elska ekkert meira en þegar að face-swappa sig við eitthvað drasl og keyri nýjan filter. Ég elska það. Þú mátt samt taka mjög af þeim lista. Svo er það hér þriðja og síðasta. Hvort myndi frekar tala... Já. Þessi gummil hérna. Hvort myndi frekar bæta okkur... Hvort myndi vera 10 árum eldri eða 10 árum yngri? Ég hérna... Veitu hvað, það sé útskjöðu eins og erum við með sama dót í gangi? Já. Fattur þú? Já. Líf þitt væri eins og það er. Já. Þú veist, við Egil ættum börn. Já. Ennþá. Nei, þá er þetta svo létt. Nei, þú ferð 10 ár aftur í tíman eða 10 ár fram í tíman, hvort tekur það? Má ég, það er sko... Sko, það er svolítið erfitt. Það vorst að byggja okkur sko bara að missa af 10 árum. Það er náttúrulega ekki hægt. Það er ekki hægt. Þú veist, það gengur ekki. Já, sko, vill maður ekki alltaf fara aftur í tíman og fá meiri tíma og hvað, það er ekki... Ég meina það. Við hoppa fram í
tíman þá farið minni tíma, sko. Það er ekkert mikilvægt þessu lífi en tími, sko. Þeir náttúrulega báða með baby og svona. En það væri vissi ég ekki á því að það myndi sem bara detta inn eftir ykkur 8 ára. Það væri ofta leiðilegt að vakna morgun og dóttir minni 12 ára. Það var ekki hægt. Hvað gerðist? Það var að deyta og eitthvað svona. Það var eitthvað strákum í híjung að spyrja eftir henni. Það er bara gleymdi því. Það er ekki að fara að gerast. Það er enda hræðilegt þegar þú segir að þú missir bara þarna 10 ár. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er easy. Ég fer 10 ár aftur í tíman. Já, ég líka. Ég verði ekki eins og þá ungur þannig. Þessi hérna gamla er samt góð. Hvort myndið frekar vilja kunna 5 tungumál eða kunna 1 dýramál? Hvort myndið velja? Bara svona í lokin, einu snögga. 5 tungumál. Það fyrir náttúrulega allt eftir þessu dýramáli. Hvað er að tala um? Ég myndi ekki nefna að fara að tala um eitthvað máf. Nei, þú mátt velja hvaða dýr þú getur að tala við. Hvaða dýr myndir þú velja svona til að byrja með? Hund. Ég myndi vilja tala við hund. Ég myndi velja dýramál. Myndir þú velja 1 dýramál heldur en 5 tungumál? Já. En ég er bara ekki viss hvort að hundi geti, þú veist, þessi dýr tala ekkert, sko. Jó, þau eru bara að gera eitthvað. Þú segir eitthvað drastljóð og skil ekkert hvort annars, sko. En þú myndir skilja. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Egill Einarsson stokkinn fram í síman, hann er náttúrulega að pródúsera heilt tónlistavídeó í dag líka. Akkurat. Þannig að við ætlum að nýta tíman og fara í dagskrárliðið sem við erum náttúrulega bara tveir í. Já, þetta er gamla góða einkamáli. Og svona, þú leyfði mér að hendi það í dag því að það er langt sem við gerum á síðast. Og gæst grænt á þetta. Þú ert ekkert alltaf hrifin að því. Jó, ég hef gaman einkamálinu. Þetta er svona steikt og hressandi. Þetta gengur út á það að Steindi hringi núna í einhver nafn sem ég finn í símaskránni og lætur eins og þau hafa verið að tala saman á enkamál.is í gær og hann sé búin að mana þessu upp í að hringja. Akkurat. Þetta eiginlega gengur bara út á það að þú ert að drýta út nöfnum. Já, maður er bara, þú veist, ég er út úr Kristu 35 ára hérna, hvernig ertu, voru ekki að spjalla í gær og eitthvað svona? Glæsilegt, ég er að vinna með nafni Snjólaug, hvernig líst þér það? Mér líst mjög vel það. Það er bara fárlega vel. Snjólaug, ég er klár. Sjá, ég er komin inn á já.is og við finnum bara einhver, þessi hérna Snjólaug verður fyrir valinu í dag. Bjallaðu. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Snjólaug, er hún við? Þetta er hún. Já. Heyrðu? Já. Já, afsakið hvað ég er að hringja seint. Ég, sem sagt, ætlaði að hringja í morgun. Það er bara svo hrikalega erfitt að taka síðan síntalið þegar maður ætlar að hringja, sko, þú veist, það er svona þægilega á netinu einhvern veginn að spjalla svona og maður er aldrei tekið símtalið, sko. Nei. Þetta er, sem sagt, Outbreak-appinn. Vorum að spája, ætlum að hittast þetta í hádeginu, taka kannski pilsnir og bjór, og vöfflu eða eitthvað kaffi og maður er bara einn tauga hrúa, sko. Þú hvað ertu að tala? Ég er bara alveg. Nú, já. Já, ok. Hérna, þetta er sem sagt Helgi, sko. Helgi hvaða? Við notum alveg nöfnin. Sem sagt, kalla með þetta inn og er þetta ekki niðurlaðið mig? Hæ? Vorum við ekki að spjalla saman í gær á engamál.is? Nei, aldrei ekki. Nú? Já, við vorum ekkert að... Já, þú meinar? Nei, ég er bara algjörlega saklaus. Já, jú, betur var ég ekki að spjalla við... Ég er nú með nokkra reikninga þarna og var ég ekki að tala við undir Siggi Sýr 81 á eða Glasso Vartan 79? Ég veit ekki hvað það tala um. Herðu, þetta finnst mér nú vera bara sjokk, sko. Já, ég bara... Ég var ekki að... Ég var ekkert að spjalla við undir rauðkúla í kjafti og allir feskir í gæri, eða? Eða allar gráður og þekki strákin, með giði? Nei. En blöytt nafnlakas 25 árkir, ég var ekki að... Þú ert bara einhverju rugli. En byrju, hefur þú verið ekki... Þú hefur ekkert verið að kalla... Ekki ertu inngróið hár 47 ára? Eða heima tilbúin koktelsós 82? Byrju, er ekki allt í lagi? Jú, ég er bara að átta mig á því í hvernig ég er að hringja hérna. Var ég ekki að tala við því í gær á engamál.is? Hvað heitir þú? Ég heiti Helgi og ég kalla mig ofta þarna inni Outbreak-appan eða ég líka hrublu frunsa 57 ára eða reykti rigning og andaði fram á henni. Þú ert bara algjörlega í einhverju rugli. Þannig að ég er ekki að tala við hérna framhjákúksprun 44 ára eða opin frunsa 23 ára? Alveg öruglega ekki. En pizzaface 28 ára eða gubbulína? Alveg öruglega ekki. Blauta pissulikt 76 ára, er það þú? Hvað er í gangi? Nei, ég er bara afsakaði, ég er bara í sjokki hérna. Ég held að ég væri að tala við gáttaflögt 78 ára bara þangar til ég hringdi.
Svo hélt ég kannski ég væri farin að tala við Bítu Skítu 56 ára. Ertu ekkert inn á engamál.is? Nei, aldeilis ekki. Þetta bara sjokk. Ég bara hægt að þú sett eitthvað í klikinu, sko. Nei, afsakaðu. Ég hélt bara ég væri að tala við óþekkt útbrot KK, sko. Þetta í Slella 34 ára, Winston-stöp 23 ára. Já, ég hef bara ekki á að tala við lengur. Nú. Þetta blessaður. Veistu þá einhver rassaleik í 40 ára er? Halló? Þetta er svo óþægilegt bara þegar maður byrjar. Mér veist það, mér myndi þetta að væri þægilega. Samt er ég bara búin að vera í burtu í svona mánuð. Mér myndi þetta að væri þægilega. Hún var ekki hress, sko. Hún var það ekki, hún var ekki hress. Ég er sammálinn, það er eitthvað klikkama. Það er bara eitthvað klikkama. En hressandi einhvað að síður. Ég náði að drita út á alls konar nöfnum hana, en hún var ekki hress. Hún var það ekki. Alltaf græða þekki strákin. Trukkurinn er nett afbrýðsamur út í hina borgarann á fabrikunni. Hann heimtar meiri athygli. Ég meina, hann er með egg á þakinu for crying out loud. Trukkurinn er heiðursborgari vikunar á fabrikunni og fæst með 500 króna afslætti þessa vikuna. Fabrikan. Mountain Dew kynir Kian and JC í Háskólabíói 25. júní. YouTube-stjörnurnar Geysi vinsælu koma til Íslands með sýninguna Don't Try This at Home. Brjálæðislega fyndnir sketsar, djarfar áskoranir, óvæntar uppákomur og leyndir hæfileikar munu líta dagsins ljós. Miðasala hefst á 50daginn klukkan 10 á tix.is. Sena Live. Í fyrsta sinn á Íslandi. Endalaust tal, endalaust SMS og endalaust gagnamagn í GSM á aðeins 2.990 krónur á mánuði. Líður þér of stutt til að flækja hlutina. Kynntu þér málið og tryggðu þér áskrift á 365.is. Dömu gallabuxur frá krónum 3.990. Next, Kringlunni. Stór á krana á 550 kall, milli 5 og 8, alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. Það Kringlukast frá 5. degi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Það risapottur upp á 160 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Spáðu í það hvað gæti gerst. 1x2 við tippum. Sjáðu allt það nýjasta í vor- og sumartískunni í Smáralind. Glæsileg útstillingakeppni fer fram á göngugutunni og nýtt tísku- og lífstílstímarit Smáralindar er komið út. Komdu og nældu þér í frítt eintak. Smáralind. Góða skemmtun. Marley heyrnatól og hátalarar. Einstök hönnun, vistvænt lífstíl og magnaður hljómur. Marley.is. Ristað bagett, fyllt með grænmeti og hægelduðu nautakjöti í wasabi majónesi. Prófaðu banh mi, víetnamsku samlokun okkar. Nam, bjóddu bragðleikunum í ferðalag. Kíktu í heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Við minnkum búðina. Rýmingarsala í Hagkaup Smáralind helgina. Hagkaup Smáralind. 5 í fötu. Það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það held ég, kæru hlustendur þeirra, hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Höfum Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior með ykkur til 6 í dag. Aha. Og já, það komin tími á svona dagskrálið. Ég hef nú sagt áður hér, þetta sá dagskrálið sem ég svona hræðist mest. Já. Það getur verið mjög óþægilegur. Sko, mér líst ágætlega á núna. Þetta sem sagt King of Rock'n'Rollið. Það spurningakeppni Gilsarans. Það spurningakeppni, það komið henni. Og ég er svona... Verður hinskilin, vill maður vinna þessi keppni? Já. Af því að það ekkert alltaf. Ég var bara búið til spurninga hvað sem tengdist rock'n'roll. Ég verið að biðja um að halda spurningakeppnir um allan bæs. Já, mikið hans ábætt. Ólíklegt. Ég er bara, þið nefnir ekki hægt með því það, sko. Það er ólíklegt. Mikið eftirspil. Sko. Kannski verður þú með þinn eigin spurningaþátt. Gett og betur byrjaði náttúrulega bara í FM 95 blöð. Kannski verður spurningakeppni Gilsarans næsta haust. Það var mjög líklegt. Það var reyndar alveg svakalegt. Myndi fólk mæta bara í spurningakeppni. Enginn vill vinna. Það getur mjög skemmtilegt. Fólk þyrfti að fara í þöng. Það er King of Rock'n'Roll. Já, þetta er mjög bara basic, þú veist. Þetta er svona hver er meiri rockari. Já.
Byrjum bara á fyrst spurningunni. Hefurðu vaknað eftir fyllir og búin að skíti í þig? Bara actually... Alveg bara búin að skíti í þig? Já, bara vaknar og út bara... Þú ert að skíti í þig? Nei, bara með kúk í buxunum. Nei, feskur. Vakna með skíti í buxunum? Nei, það er... Aldrei lent í ykkur Nei, það var ekki lent. Að vakna er búin að skíti í mig. Það er ekki það tókst það hart fyllir í. Nei. Að bara vaknar heima. Þá væri maður sko... Ég væri hættur að drekka þá. Segjum að Öddi hefði skíti í sig síðustu helgi, vakna með skítinn og einhver hefði að vita að því. Þá væri Öddi kallaður Öddi skítur í dag. Já, þú myndir fá nikkið. Ég er ekkert að djóka með það. Ef ég hef einhvern veginn djama svo harkalega, ég hef bara vaknað með skít í buxunum, þá var ég hættur að drekka. Öddi kúkur. Ég er ekki sem að ná kæsnafninu þó auðveldlega af sér. Ég held að skítum myndi ekkert að rífa kassa á honum svona auðveldlega. En veitu, hefur þú, sko, ef annar okkar er líklegri til að vera búin að skíti í sig, þá erst það þú. Ég er alltaf vilt í maganum. Bitu, af hverju er það, af hverju þetta verið ég? Af því að þú ert alltaf hvart einhvern maganum á þér og eitthvað svona kjaftaði. Þú búin að reka við til dæmis svona 10 sinnum sé bara séu við settust hérna. Þú hlýtur að geta bara tekið undir það að þú ert líklegri búin að skíta á þig en ég. Ég hef skítið í mig. Sjokkar. En er það stig? Nei, en ég hef aldrei vaknað með kúk í buxunum, sko. En ég hef prumpað á mig. Já, ég hef gert það. Þetta kemur bara ekkert óvart. Þið hefur líka gert það, sko. Hvernig skeist í því sem? Þið hefur líka gert það. Ekki eftir að hætti með bleiu. Hefur aldrei prumpað aðeins á þig? Nei. En hefur skítið í þig, ekki prumpað í þig, hefur bara skeist í þig? Nei, ég hef prumpað á mig. Hvernig virkar það? Hvað er ég að segja eitthvað sem ég ágættur að segja? Nei, ég held það, já. Hvernig prumpaðar á þig? Ég veit alveg til dæmis eins og Dóri DNA hefur oft prumpað á sig. Hvað, bara skítið í sig? Já, svona, kannski ekki skítið í buxurnar, en svona hann hefur prumpað í raskinnarnar. Herru, fáum bara næstu spurningu. Var hann allsberg þegar var að pröfa? Nei, strákar, við erum bara að tala ég held ég að veri, ég var í 9. bekk held ég og var að hjóla heim og mér var mál og ég svona á loka metrunum og þá prumpaði ég aðeins á mig í veikina. Áttur marga vini í 9. bekk? Já, bara mjög vinsæll í 9. bekk. Það var óefni, ég var bara veikur, ég var lasin, ég fór heim með flensu hjólandi. Og hvað gerðu þú gott heim? Strákar, ég nenni ekki að tala um þetta, ég held að allir að einhvern tíma prumpa á sig, ég held að þegar geta báði þeir eru ekki viðurkenna. En hvað gerðu nærbuxunar? Ég hendi þeim. Næsta spurning. Ég sýndi foreldri mínu ekki nærbuxunar. Það er bara alltaf maður að læra eitthvað nýtt við þessu. Ég held að allir ég væri fullt að liði sem er bóndað. Það er punktur á Steinþór? Punktur á mig? Nei. Það er ekki punktur á mig. Það var eftir þú varst bara hjólandi. Það er ekkert rock og roll í því. Ég var að hjóla heim til sín í 9. bekk og skíti í sig. Höfum það á hreinu. Það er bara hræðilegt. Strákar, ég skeit ekki. Ég prumpaði blöytu. Hefur þú drukkið mjólkuglas af dry vodka? Já, ég held það líka, já. Þú með þess að varst þú ekki með mér eða? Á Hard Rock, mástu? Jú, var það ekki í Bandaríkjunum? Í AC, já. Það var ógeðslegt. Hvernig varstu eftir það? Við tókum flöskust út. Ég veit ekki, ég gæti það ekki. Þetta myndi ég ekki fá punkt. Þetta var hræðilegt. Við vorum allir svo þunnir. Þetta var bara, við vorum búin að vera á góðu djami í Bandaríkjunum. Og við áttum svo erfitt með að keyra okkur eftir í gang. Og við vorum á Hard Rock að fá okkur í þetta. Þannig að fara í flöskust út hver þurfti að taka vodkaskott. Bara að koma sér í gang. Og það lenti á mér. Og við fórum á barinn og ég pantaði, one shot af vodka. Gaurinn kom með fullt mjólkuglas og hann sagði að það væri skot. Stærsta glasi í séð. Og þegar við löpum út af Hard Rock, þá var ég einn komin í gír og bara orðin fullur og þeir eru allir bara ennþá þunnir. Þetta var svona 4 sopar höflu og þetta var staup. Þannig að ég fæ punkt þar. Og Steinþór líka, sko. Hefur þú lamið eitthvað alveg í drasl? Nei. Í drasl? Að lamið eitthvað í drasl? Ég er bara aldrei lamið neitt. Nei, bara ég verð að spyrja spurningu út af því að þú veist, ég bara fylgist mikið með þessu rockstjóðum eins og Mötley Crüe, þeir eru alltaf lemjandi eitthvað, sko. Það fylgir þessu lífstíl, sko. Ég hef ekki lamið neitt. Nei, sama hér, ég hef ekki... Ok. Hefur þú pantað kvarter að landa? Nei, ég hef aldrei pantað að landa. Ég hef pantað að landa, já. Kvarter? Það er eitthvað grjóthartið að panta kvarter að landa. Hvað er kvarter? Bara 250 millilitrar. Hálfur. Já, ég meina, sko, þú veist, maður pantar ekki hálfan. Já, sko, sumir landasalar elskar kæst það mikið þegar getur reddað þér Ertu ennþá að pantaði landast? Nei, ég er ekkert ennþá að því. Þetta var bara... Hvað kostar landi í þetta lítir? Í sveitinni var þetta bara pantað. Sveitinni og byrjið Mosels? Já. Hvað lítir landa fara þetta? 2,5? Já. Þetta er ekki veldig fýtt dýl. Ég veit bara þegar þetta er spurningi gett og betur. Ég þurfti að hringja í landasal bara daginn til að tjekka á því. En þetta er spurningi gett og betur.
Ok, Steindi fæði stig þarna. Þetta er 3-2 fyrir Steindi, hann er að koma óvart. Alvöru rockstjarna. Hefurðu stage-dæfað á krát, bera ofan? Ekki bera ofan, nei. Ekki bera ofan, en ég hef stage-dæfað. Við hljótum að þú lítur að gefa lauma okkur stigum báðum. Það er svo mikið rock'n'roll, einhvern veginn bera ofan með sítt hár og henda þið fram á. Ég hef aldrei verið með sítt hár, sko. Þetta er aldrei með sítt hár. Hann hefur bara, það síðasta sem hann hefur bara náða að safna í stall, sko. Hann alltaf misti hárið 8 ára. Ég hef stage-dæfað, við hefum báðið stage-dæfað í skyrtum og við veist að við sé hálft stigum. Hefurðu rifið niður gardínu eða kveikt í gardínu? Það er hárrétt ég hef gert það. Já, ég hef rifið niður gardínu. Hefur þú rifið niður gardínu? Já. Ekki kveikt í henni? Nei, hann sagði rifið niður eða kveikt í. Eða kveikt í, já. Báðist í. Hefurðu giggað í þveng? Giggað í þveng? Nei, ég kveikti ekki eins og ná þessu. Ég held að vera að spyrja enn sinni hvort það hefði verið í þveng. Ég hef ekki giggað í þveng. Þetta er náttúrulega bara, þetta er ekki hægt, sko. Hefur þú gert það, Steindi? Nei, ég hef ekki gert það, þetta er bara, við verðum að... Hefur ekki giggað í þveng? Nei, ég hef ekki giggað í þveng. Hefur þú gert það? Ég hafði ekki lesið fréttir með einhverjum rockstjörnum sem giggar í þveng. Ég hef bara aldrei heyrt þetta. Nei, ég held að sé enginn að gigga í þveng, sko. Þetta er bara eitthvað sem... Hvað er rock? Hefurðu rústað hótelherbyggi? Það fer eftir á hvernig það er litið. Náttúrulega sko að ferðast með Steinda herbyggi er í rúst eftir hann sko. Og það er ekki að þinn er rockstjarna, það er að þinn er sóði. En þú veist ekki að leikar að eyðileggja hluti inni í Ötti rúst. sagði einhvern tímann að ferðast með mér var eins og að ferðast með John Candy. Já, í Planes, Trains and Automobiles. Þú segir það er nokkuð svipað. Það eru smellur og sokkar og narjur hér og það. Já, hann rítur og... Bara hræðilegt að ferðast. Ég get eiginlega sagt ég hafi rústað hótelherbyggi sko. Það er svoleiðis, já. Á einhverju fyllir ég? Nei, bara svona, þú veist, einmitt með einhverju svona. Það var í rústi. Ég hef rústað því, sko. Það er blöð. Þú aldrei rústað hótelherbyggi? Nei, ég reynir núna að ganga bara snirtil til ég komin á hótel. Og hefur aldrei rústað hótelherbyggi, þetta? Þú verður svolítið að fara að gera það, blöð, því annars er Steindi að fara að taka þetta. Er ekki bara búin að læsa þessu? Steindi er að vinna hans í rockstjarna af því hann er sóði og of nísku til að kaupa sér áfengi og kaupa landa. Nei, þvílíkur rockstjarna. Það er ekki hægt að vera að bendla. Já, svo skýtur hann í sig. Hann að koma rosalega vel úr þessari könnum. Já, hvað ert að segja? Þvílíkur rockstjarna, það er sem allir að hugsa núna. Var ég að fá stig fyrir að hafa skitt í mig? Nei, ég fekk ekki stig fyrir að hafa skitt í mig. Eiginlega sem ég er að segja, eftir þessa könnum... Hann spurði á hann, hefur ekkert að vakna og hefur ekkert að vakna eftir djam og hefur bara skýt í því. Ég sagði, nei, ég sjálfsög ekki, ói bara það. Það var það sem ég sagði. Aftur að vera að segja, ég sé búin að vera skýt í mig þetta. Eiginlega sem er að koma þessari spurningu... Prumpaði á mig í 9. bekk. Eiginlega sem er að koma þessari spurningu hérna það er enginn að hugsa að djöfisins rockstjarna Steindi. Að sjálfsögðu, þetta er king of rock and roll. Það er nokkar spurningar, þetta er búið. Hefurðu sofið hjá yfir 5.000 konum? Nei. Er það 100% af því? Erum við 100% af því? Okay, já, ég held það. Hefurðu sagt til leigubílstjóra þegar hann rukkar þig, kóngurinn er ekki var að borga krónu? Ói, bara stað. Ói. Það hefur þetta ógeðslegra heldur en að sofa 5.000 konum. Já, þú veist, hver hefur, það hefur enginn sagt þetta, ég trúi því ekki. Nei, kóngurinn er ekki að borga krónu? Nei, en ég hef oft kóngurinn er ekki að borga krónu. Ég er nokkuð viss að Bó hefur sagt þetta einhvern tíma. Já, Bó hefur örugglega einhvern tíma sagt það, já. Já, Bó var náttúrulega svo geggjaða línu á Hótel Íslandi þegar hann keypti sér tvöfaldan Captain Morgan í kók og svo sagði hérna barþjóðin hægra 2 og 3 og þessi var helviti góður hér og labbaði bara í burtu. Hefur hann ekki líka hendi mundur að rukka Elvis þegar hann pantaði pítsu og svo skellt hann á sendilinn? Hann hikar ekki við það. Það er bara... Ég myndi að fá Bó hérna, vera með okkur núna að taka þátt í King of Rock and Roll. Hann myndi rústa það. Já, hann hefur skýt í sig. Hann myndi líka rústa því sem rockstar en ekki sem eitthvað nísku sóð eins og þú. Nei, sko málið það, ég hérna... Nísku sóði, þetta er ekki hægt, sko. Það er næsta. Já, hefur þú gett grúpi í ólétta? Þú ert að tala með okkur, þú þekkir okkur. Já, hvers konar, þú veist alveg svarið við þessu, sko. Ég bara, þú veist, þú spyrði eins og... Ég eld líka ekkert á öllum geggum, sko. Öllum geggum? Og þú veist, og þið voru byrjað að gegga, þið voru í 10. bekk og ég veit ekkert nákvæmlega... Nei, ég held ég hef aldrei átt grúppi á ævi minni og hvað þá gert einhverja ólétta. Ég ætla að segja nei á þetta. En hefur þú farið í sleik bak við sjoppu? Já. Í slella bak við sjoppu? Já. Sko, ég ætla ekki að vera leiðilegur, Steinþór er King of Rock and Roll, hann vann 6-4. Já, af því að sko... Og hann fekk mér ekki punkt fyrir að skeita í sig, sko. Það hefði verið átt punkt fyrir það, sko. Þá var þetta 7-4, þetta er 7-4, hann var að skeita í sig. Nei, þeir er ekki að fara að gefa mér punkt fyrir það. Hann fekk punkt fyrir að vera að drekka landa og rústa hótelherbyggi sem sóði en ekki sem rockstjarna, sko. Það var allt í sígarettum og sokkum og viðbjörn. Hvað rugg er þetta? Hann er ekki rockstjarna fyrir 5. Ég hef alltaf ekki skeitið í mig svo Já, kæru hlustendur, þið er að hlusta á FM 957. Það er létt yfir okkur félagunum, það er sumar. Við höfum aldrei verið betri. Nei, það er rétt, þetta var ekki FM-innkoma hér. Þetta var óhefðbundir innkoma. Já, þetta var svolítið svona eins og væri bara eitthvað... Það býnur Rás 2.
Stundu kúplaði mig niður. Jafnvel, sko, út af saga hefði jafnvel geta dekkað þetta. Velkomin að viðtækjunum. Já, Heiðar Austmann er ekki stoltur af þeirra á hlusta mér núna. Nei, ekki valið sport heldur sem kendi þér að tala út á. Það er að frétta af Heiðari Austmann. Bara allt frábært. Já, hann á annar útastöð bara sem við ræðum ekki til og bara ferskur. Og hann æfir mikið sporthúsinni, séðareglu, hann aldrei litið betur út, hann aldrei verið hel skafinn og... Nú, það? Heiðar ekki að klikka á þessu. Heiðar Austmann lítið út sem $1 million þetta. Já, ekkert annað. En það komið að dagskrálið sem hefur verið í góðum dvala og heitir augljósar staðreyndir. Akkurat, það komið að augljósum staðreyndum og í dag, ég get lofað þér því, Blöndal, að þær eru augljósar í dag. Já, en það er ekkert endilega gott að þessu mjög augljósar. Já, sko, þetta eru augljósar staðreyndir og þær hafa aldrei verið jafn augljósar í dag. Nei, ok, er það bara vatni blautt eða? Já, það er svona... Þú er aldrei hendi hana? Nei, það er alveg fárlega góð augljós staðreynd. Það er að þér, þetta var æðislegt. Keep it coming. Nei, ég er góður. Þessi var þetta mjög góð. Ég er mjög spenntur. En fyrst það er búið að stoppa Sturlar, er þá ekki búið að stoppa augljósar? Nei, minna, sko, augljósar eru, það er sko, nei, það er nokkuð ill. Augljósar eru líka sjálfgjafar, það koma bara af og til. Já, út af því að það detti svona inn á milli. Það detti inn á milli, já. Sko, Sturla voru everyday, aldrei frí. Nei, ok. Farði í augljósar. Þú ert hálf fúllifur sem er Sturla. Segðu mig satt, ertu fúllifur því? Nei, þú varst keiftur yfir á annan rándina þátt. Great honor. Hvað enda þessar Sturluðu staðreyndir? Ætlaðu að fara með þetta yfir í Íslandi bíti hérna á bylgjunni þegar þeir saltaði þetta? Ef ég þarf þessu, já, þá gerir ég það. Ég veit að Harmækjandumar myndu ekki vilja sjá þetta. Jú, þeir eru búin að tala að fá þetta næst. Herðu, förum í augljósar. Herðu, já, ok. Og ég þarf að sjálfsögðu að fá bettan. Já, við setjum hann hérna. Þarna er hann. Ég vil gott að heyra þetta. Mr. Selfridge, eru þið klárir? Já. Egil, ert þú klár? Þú þarft að vera alveg á tánum minna. Ég get ekki beðið. Það er bara svolítið og Auðun, þú þarft að horfa í augun á mér. Já, ég til. Það er starri augun á honum. Já. Og ég ætla að byrja augljósa staðrind. Fyrsta augljósa staðrind dagsins. Hún hljómar svona. Barnamatur er ekki gerður úr börnum. Já. Hættu þessu gerfurhlátur. Þetta er svo gerfur. Þetta er bara venjulegu mat. Já, ég veit það. Þetta er bara maukur. Er þetta ekki lítið bat sem er búið að mauka? Þetta er bara venjulegu matur. Þú veist, við erum að tala þetta er bara gulrótargrautur eða eitthvað svona. Barnamatur ekkert gerður alveg í börnum. Það er skemmtilegt. Það er fyrsta augljósa staðrind dagsins. Önnur augljósa staðrind dagsins, hún hljóma svona. Egil, ertu klár og Auðun, ertu tilbúin? Já, það er allir tilbúin. Á 60 sekúndna fresti líður mínúta í Afríku. Ekkert bara í Afríku? Wow, þetta er endars. Þessi augljósa staðrind bara. Er þetta eitthvað rugglar? 60 sekúndur, á hverju sagður í Afríku? Að því, þetta tími líður alveg jafn hratt það, sko. Já, þú þurftir ekki að taka fram Afríku. Á 60 sekúndar fresti líður bara mínúta. Hvað meina, þetta er langt í burtu, eða? Hæ? Að þetta er langt í burtu? Nei, þú fattar alveg, ég ætla ekki að láta það trafa mítur. Þú fattar alveg, þú þurftir ekki að segja í Afríku, fattur þú? 60 sekúndur? Já. 60 sekúndar fresti, þá líður mínúta í Afríku. Já, ekki líka á Íslandi. Þetta er augljós staðrind. Já, ok. Frábært. Tími líður alveg jafn hratt, sko. Ég veit það, mann. Ég ætla að fara í næstu. Já, takk. Þá er komið að þriðju augljósu staðrind dagsins. Hún hljómar svona. Orðið tippi er eina íslenska orðið sem byrjar á T og endar á ippi. Ertu viss með það? Ég er ekki að leika neitt látur núna. Er ekki til orð sem byrjar á T og endar á ippi? Nei, það er væntanlega bara tippi. Það er bara tippi, það? Já, það er bara tippi. Þetta er mögnu staðrind. Já, þetta er bara augljós staðrind. Þetta er eins og besta. Nei, þetta er bara eins og besta. Allar tíma, þetta er svakaleg staðrind. Þetta er augljós staðrind. Já, af öllu sem þú verður með, þetta er langbesta staðrindin. Já, þetta er eina orðið sem, ef þú tekur T-ið í burtu og þetta er eina orðið sem byrjar á T og endar á ippi. Það er tippi. Þú er að horfa í augun. Ég er að horfa á þig. Þá er það fjórða augljósa staðrind dagsins og hún hljómar svona. Taktu Hvað? Þú er að horfa á mig. Ég er að horfa á þig. Taktu aldurðin blöð, bættu 4 við. Byrju, taka aldurinn þinn. Já, hvað ertu gaman? Bættu 4 við. Já, ég er 35. Bættu 4 við. Já, þá er það 39. Og mínusaði svo 4
frá aldrinniðnum. Það var 35. Það er bara það sem þú ert í dag. Ég held að það gæti verið léna þarna. Hvað verður þetta ekki aðveitt? Þetta er augljós staðreynd. Hvað fannst þessa formúlu? Þetta er ekkert eitthvað 3,14 píkjaldaði. Þetta er bara augljóst. Bættu við 4, taktu við tilbaka. Eftir ábúið að reikna allt saman, var hann bara basically jafn gamall. Það er nákvæmlega jafn gamall. Ef þú bættu við 4 árum og tekur þið svo tilbaka 4 ár. Af hverju þarf það að segja alltaf alla staðum? Þá ertu nákvæmlega jafn gamall. Hvað ertu með það í lokin? Svo er ég með eina í lokin. Hún, 5. augljósa staðreynd, hún hljómar svona. Geir Ólafs er ekki pabbi Ólagirs. Þú ert að segja þessa svona 5 sem. Ég veit það. Ég var að segja hann aftur. Þetta er bara tilvílun. Geir Ólafsson er ekki pabbi Ólagirs. Nei, það er svoleiðis. Það kapnaði ekki á þín megin brandara. Ég hef sagt þessa svona 3 ára áður. Já. En hún er aldrei oft sögð, sko. Þú er hrifin að henni. Ég er mjög hrifin að henni. Þetta er augljósa staðreyndir dagsins. Þetta eru 5 stykki. Glæsilegt. Og ég var hrikalega sáttu þær sjálfur. Já, við heyrðum það öll. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það er Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior sem að heilsa ykkur nema það. Við erum konum með 2 góða gesti hingað í stúdíóið. Já, algjörlega. Við vorum búin að ræða þetta hér fyrir í dag. Akkurat. Þetta, getum við ekki farið svo langt að segja the hottest shit right now? Jó, þeir eru að gera allt vitlaust. Þetta er ekki ostameistarar, þetta eru ostamnoðrar. Þeir eru ungir og feskir. Egill, myndur þú farið svo langt að segja the hottest shit right now? Já, ég myndi segja það. Þetta er Aron Rafn og Aron Kahn, verið velkomnir, drengir. Hvað segið þið? Hvernig eru þið? Allir góðið maður. Er það ekki? Það er nú brjálega til hamingju með mixtapeið. Takk hérlega fyrir það. Æðislegt, þetta er rosalega gott. Auðvitað er búin að vera að tala við mig alla morgun hvað hann elskar lagið þið Þekki strákin. Já. Þekki strákin með G. Með G, varandi við G, hérna, hvort var þetta ritvilla eða var þetta ákveðið? Alls ekki ritvilla. Nei, nákvæmlega. Þetta er bara Jónbjarni að vera Jónbjarni. Já, akkurat. Og gera eitthvað öðruvísi. Einmitt. Og virkaði ógeðslega vel. Einmitt. Þetta er sko, já, akkurat. Fyrst þegar ég sá þetta, það var svona, ættu verið að laga þetta? Nei, auðvitað er ekki að laga þetta, þetta er miklu flottara. Nákvæmlega. Ekki strákin. Það sem ég fíla líka er að sko, ég hef ekkert farið lengt með þessu þætti, ég er 35 ára, ég er að verða 30 og mér er svo gaman að ég fíla þessar tónlist. Það hefur verið svo típist að vera að koma eitthvað geðveitt heitt núna og ég er bara svona, ég næði þessu ekki. Nei, það er satt ekkert skrítið, menn að þú... ungur og ferskur. Ég segi það nú ekki, en þú veist, hvað ættur þið samt að vera að hlusta á, þú veist, er Clapton eða eitthvað? Nei, alls ekki, ég er bara að segja, til hamingju með allt, þetta er alveg geggjað, við erum mannaði með þeim. Já, myndbandið er bara Ágúst Eli, hann skaut bara, þú veist, þetta var one take, fyrsta tilraun, búm, bara allt komið. Hvað gerðu þetta samt oft? Myndbandið er one take, en þið tóku þetta líka bara einu sinu? Já. Já, ok, vel gert. En hvað ertu gamall svona til að byrja með? Ég er 16 ára. 16 ára gamall? Fættur 99. Ég geti verið pappið. Ertu fættur 90, herðu, þú ert fættur þegar Solskjær er að tryggja United? Yes, sir. What? Með hvað liðið heldur í ennsku? United man. Æ, ert að grínast, þarna varst að hækja á liti. Yes, sir. Eigum við að ættliðan? Við getum ættliðan, er það ekki, það er alveg hægt að ganga frá því? United maður sem er fættur 99, það er eitthvað fallegt við það. Það var okkar ár, sko. Það getur verið sonum hans. Já, herðu. Já, sko, Nei, geta ekki verið sonið þinn, Steindi. Jú, akkur ekki. Ég hefði geta eignast barn 16 ára gamall. Já, ok. Er það ekki? Jó, það er ekki algengt. Það er ekki algengt. Það er ekkert algengt. Það er meiri líka hann getur við strákurinn okkar Egil, sko. Ég þekki eitt stráki Mósa sem eignaði strák 16 ára. Já, ok. Því líkt, það var hræðilegt. Sleppu því. En hvað er ekki mikið að gera núna? Er þetta allt svona bara að springa? Það er ógeðslega mikið að gera núna. Núna er þetta bara fullt af sjós, vera að bóka okkur mjög mikið og síðan erum við bara að fara að vinna í fleiri lögum þessu sumari. Já, þið ætla ekkert að stoppa, þið ætla bara að fara og henda ykkur aftur beint stúdíu. Algjörlega maður, bara, þú veist, hitin er núna, það er alltaf að gerast, það er allir heitur fyrir þessu, bara, þú veist, við ætlum ekki að hætta, sko. Vel gert maður. Og hvað ertu að fara bara á skóla, eins og hefur aldur til að vera, eins og ég frétti þú varst að húrra á miðvikudaginn? Já, og það hef allt verið vitlaust þar. Já, maður. En þú máttu vera inn á þessu stöðum? Bara gefið eitthvað svona... Er þér fyllt inn og þeir eru fyllt út leið út búin að... Nefnilega ekki. Nei, þú kemst upp með... Mér finnst það líka í lagi. Ef þú ert að skemmta það. Þar sem ég er... Við erum að koma inn í VSN núna. En ég man eftir, ég var inn á Nellís á sínu tíma með fölsuskilur ekki.
Já, en ég er nú kannski ekki að hvetja krakka til þess að vera með nál og Asington á nafnspjöldunum, en... Nei, ég líka ekki að hvetja neitt til að vera á Nelly, sko. Það er ástæða fyrir að hann dós ástæða, sko. Ég náttúrulega voða lítið að fara á skemmtistæðin nema ég sé að spila. Já, einmitt. Ég fer náttúrulega að spila. Og svo bara farin. Já, chilla kannski aðeins. Aðeins að nokkra selfies ára og ferð og takk fyrir mig. Akkurat. Þannig að hérna, já, og þannig að það eru skólaböll og allt framöndan, en hvernig gefur maður út plötu í dag, eða er það bara dautt? Þú veist, ég held að sé ekki dautt, sko. Nei. En bara, þú veist, ég veit það ekki. Við vildum bara, við gáum út Þekki strákinn, það gekk ógeðslega vel. Bara hendum í lítið tape, gefum þetta út, þú veist. Við erum ekkert búin að ákveða þannig séð hvað við gerum, sko. Er það samt ekki þannig, einhvern veginn núna, að það er betra að vera að henda einhverjum singlum út með myndböndum af og til? Algjörlega. Ég meina, eru einhverja plötur, ég meina Gísli má góð plötum, það er hægt. Úlfur líka. Úlfarnir, þetta er svo sem hægt, en þar sem ég líka byrja, sko, mér finnst kannski að ég er búin að vera að gera þetta í einhver ár, þá gef ég út stóra plötu. Já, það liggur ekkert á. Nei, þú veist, ég er... Glæsilegt. Þannig að þú ert 16 ára, Harður United maður. Yes, sir. Kallinn á föstu, lausu. Í hvað skóla ertu? Borgó. Herðu, gamli. Kottu með þetta. Ég var að frétta svolítið þig, sko. Hvað varst að frétta steinuna? Með gardínuna. Þetta er sönn saga, maður. Málega er ég legend í Borgó. Hvað fyrir að kveiki í skólanum? Ég er góðsögn í Borgó. Sko, málega það, ég var hérna, þetta var held ég, sko, ég er búin að vera hérna í viku, eitthvað svo leiðis. Ég var hérna, satt mjög aftalega, þá var ég einmitt líka, ég var rappari. Þá var ég rappari og ég var að skrifa og semja texta og ég var einhvern veginn ekkert að fylgjast með og það var eitthvað drasl hangandi þarna í ykkur gardinu, eitthvað svona sem er, ég veit ekki alveg hvað það heitir, þetta er svona sem gerist líka svona neðst á gallabuxum, eitthvað, hvað heitir þetta, svona tættar einhvern veginn, þú veist, hvað er þetta, gagn? Já, ég var svona með kveikjara og ég var svona, ég ætlaði að brenna þetta bara upp, ég var basically að laga gardinunar og það var eins og að vera búið að hella bensín á það bara buðruðu upp og ég einhvern veginn að rífa niður og hendi í mig jörðin og byrja að traðka á þeim og ég þekkti ekkert marga, ég var með einu vinum mínum og allt hitt var bara eitthvað random lið og ég bara fótt í skólameistarans og var að vísa á skóla fyrir íkveikju og ég fekk ná að koma aftur en það var eilítt vesen. Og brendur sem brennur var. Já, þetta var mér satt í dag. Já, einmitt. En við ætlum ekki að sleppa þér alveg strax, Aron. Við ætlum að henda þér hérna í Gift að sofa hjá Drepa. En áður fáum Gift að sofa hjá Drepa, ætlum við að setja á einmitt lagið. Svo skrítið að segja þetta. Við ætlum að áður ferð. Þá ætlum við að henda þér í sofa hjá Gift að Drepa. Það er svo skrítið að segja þetta. Já, en þetta er bara svona þessi þáttur. Já, ég veit þetta er bara... En fyrst ætlum við að hlusta á Þekki strákinn. Þetta er mitt uppáhaldslag í dag. Og það ekki sem ég sé við þig, ekki væri með Þekki strákinn. Það ekki sem þú gerir við mig og ég ekki alveg að ná því. Það ekki sem ég sé við þig, ekki væri með Þekki strákinn. Það ekki sem þú gerir við mig og ég ekki alveg að ná því. Það held ég þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og þetta var Þekki strákinn með G, eins og ég segi, mitt uppáhaldslag og hann er ennþá hérna, hann Aron. Þekki strákinn. Já, ekki væmið Þekki strákinn. Það var svolítið við okkur. Við erum ekkert væmnir. Við erum það. Það er ekki væminn í samti ást. Já, þú samtir ástabref, þú ert með playlistæðin á Spotify sem heitir Cozy Blö. Það var hræðilegt. Núna getur þú sagt bara ekki væmið Þekki strákinn. Þú getur gert hvað sem þú vilt maður. Það var að versta sem ég lendi í það, því að þegar ég var að setja Cozy Blö á Spotify-listan minn, þá vissi ég ekki að það myndi poppa upp á Facebook. Ég var á sunnudagskvöldi, það var bara, þú veist, Run með Leon og Lois á Cozy Blö, bara mamma hringdi í mig og spurði hvort það var allir lægi heima. Ertu bara einn heima? Er það lægi með þig? Já, en við ætlum að fara hér í dagskrárlið sem er þekktur í þessum þætti og við ætlum að henda, kanaránum í hann og það er Giftast hjá Sofa Drepa og, Sofa hjá Giftast Drepa segi og ég ætla ekki að hafa þetta flókið. Nú situm við allir þrír fyrir fram að þeim. Þú þurftir að giftast einum á okkur, drepa einn og sofa hjá einum. Hvernig myndir þið gera það? Ég Egill og Steindi. Þetta er erfitt. Ok, við skulum ekki hafa að drepa, hann þarf að senda einn út í sveit. Ég ætla að stara í augun á hann og svo. Byrjum, hverjum á okkur þreim myndir þið giftast? Ok, hvað var það? Giftast? Þú þurft að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn. Shit maður, ok. Þetta er mjög erfiður leikur. Já, þetta er fucking, ok.
Hverjum ætlar að giftast? Ég gifta Steinda. Ok. Ok. Yes! Af hverju myndir þú gifta Steinda? Bara, hann skemmtilegur í hjónabandi og... Ég sko málið, ég líka bara svona, ég þægilegur, það ekkert vesinn á mér. Já. Byrja eðlur á kvöldin fyrir mig og... Já, nákvæmlega, ég myndi hendi góða eðlu, bara salsa hot og ég myndi með alveg rétt magna á rjómaosti og ég myndi degran. Þegar Aron var að koma heima, bara hvernig gekk giggi ástu mín, hérna eðla. Þú hættir að gigga og... Já, það var alltaf rjúkandi heit eðla klár. Ok, þá, já, nú stressust við Egill upp. Hjá hverju myndir þú sofa? Annarkvæður að senda út í sveit. Já. Hverju myndið sofa hjá? Já. Sem eðlileg spurning á 16 ára úling hérna í þættinum. Já, við erum að spurja 16 ára úling hvort það myndi vera að sofa. Ég fekk minn í magan þegar ég byrjaði að hugsa út í það. Já. Það er kannski bara eitthvað kort 20 mínútur þetta er ekki mikið meira það. Já, ég er bara að gista hjá svona, sleepover. Já, þetta er muscle boyin maður. Já, myndir þú sofa í honum? Of course. Oh, thank you man. Þú ætlar að hvaða leikvari fór ég ætlar að drepa mig? I really appreciate. Jesus, ég er dauður. Ætlar að drepa blöðan. The hottest shit in town við sofa hjá muscle boy. Út í sveit maður, ekki drepa. Ég er reyndar fættur uppalinn í sveit, þannig ég er kannski best geimtið þar bara. Já, gamli 100 minnar þar og þú getur hilsað upp á hann. Já, þetta er skellur samt. Þetta er bullandi skellur. Já, þetta er skellur, já. En áður við sleppur, hvað er framöndan núna? Hvað er eitthvað helgina? Er eitthvað í kvöld? Á morgun. Já. Svo satt á laugardegi. Já. Er akkurat ekki neitt. En vikuna eftir það er svo 13. Já. 14. 15. Þá er svo 13. er Tivoli. 14. er reyndar að fara til Akureyrar. Ef þau verði þar með endilega kíkja. City of Joy. Akureyrar er okkar bæir sko. Já, og svo 15. er húrra, aftur. Vel gert. Það er nóg að gera og sen eru menntaskólaböllin og allt þetta frétta. Nei, ok, þið eru svona eitt á lókum. Þetta eru þið tveir, Aron Rafn, Aron Kahn og þið eru þrír. Jón Bjarni. Og Jón Bjarni, ok. Og þið eru teimið sem er á bakvið þetta og það er nóg framöndan. Já, og bara keep up with the good work maður. Ríkilega nettið drengir. Takk fyrir að koma. Það er Aron Kahn hér í FM 95 Blöð. Eurovision-vikan framundan þar sem við syngjum Sókrates og gefum skemmtilega glaðninga beint úr gleðibankanum. Nokkrir heppnir hlustendur næla sér í risa Eurovision-pakka sem gefur partíinu þínu nýtt líf. Fylgstu vel með hjá Ósk Gunnars. Þegar hún spila Eurovision-lag dagsins, hringið þú inn, en sá fyrsti sem nær inn fær glæsilegan Eurovision-pakka sem inniheldur pizzaveislu frá Wilsons Pizzu, kassa af Marút snakki, nammi frá Nóa Sirius, kassa af ískaldri Stellu og Rekorderlík eðal síter beint frá Svíþjóð. Sem sagt, nákvæmlega allt sem þarf að vera til staðar í ekta Eurovision partíi. Mountain Dew kynnir Kian and JC í Háskólabíói 25. júní. YouTube-stjörnurnar Geysi Vinsælu koma til Íslands með sýninguna Don't Try This at Home. Brjálæðislega fyndnir sketsar, djarfar áskoranir, óvæntar uppákomur og leyndir hæfileikar munu líta dagsins ljós. Ekki missa af Kian and JC, tveimur af vinsælustu internetstjörnum samtímans í návígi í Háskólabíói laugardaginn 25. júní. Miðasala hefst á 5. daginn klukkan 10 á tix.is. Sena Live. Það er Kringlukast frá 5. degi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Mountain Dew kynnir Kian and JC í Háskólabíói 25. júní. YouTube-stjörnurnar Geysi Vinsælu koma til Íslands með sýninguna Don't Try This at Home. Miðasala hefst á 5. daginn klukkan 10 á tix.is. Sena Live. Sjáðu allt það nýjasta í vor- og sumartískunni í Smáralind. Glæsileg útstillingakeppni fer fram á göngugutunni og nýtt tísku- og lífstílstímarit Smáralindar er komið út. Komdu og nældu þér í frítt eintak. Smáralind. Góða skemmtun. Nautafeta salat. Salat með sál. Serrano. Fresh, happy, Max. Rýmingarsala. Við minnkum Hagkaup Smáralind og því er rýmingarsala helgina í Smáralindinni. Hagkaup Smáralind. Þarftu að hressa þig við? Prófaðu Pick Me Up, Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class lögum.
Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Þið að hlusta FM 95 Blö hér á FM 957 og Aron Kahn farinn, topp drengur, ég vil ránaði með bara hann svona heilsteftur og hann almennilegur. Æðislegur. 16 ára. Já, 16 ára gamall. Það alveg magnað. Já, nákvæmlega. Hvað voru þið að gera þegar þið voru, Steindi, hvað varst þú að gera þegar þú var 16 ára? Ég var reyndar að rappa líka. Varst það? Ég var rappari. Bara ég held að vera að grínast það. Varst það að gefa eitthvað út eða? Nei, ég gaf ekkert út sko. Ég bara, þú veist, við tókum með blöð og svona. En málið að sko munurinn kannski á mér og Aroni Kahn að það var algjörst drasl sem ég var að gera. Ég var bara að gera eitthvað prump og ég var líka að gera stuttmyndir og sketsa og svona. En þetta var allt drasl, fattar þú? Það sem merkilegt við hann er að gera bara high quality stuff, alvöru stuff og bara með því betra sem menn hafa heyrt. Menn að tala hann sé sko að breyta hérna tónlistinni bara, íslensku rappi sko. Egil, hvað varst þú að gera þú á 16 ára? Ég var að leika mér í fótbolta. Já, ég líka. Ég var í skotbolta. Nei, ég var ekkert úti, þú varst ekki í skotbolta 16 ára. Veistu hvað, ég var til í skotbolta núna. Þetta svo dodgeball, þetta alltaf skemmtilegt. Ég var til að vera í dodgeball á eftir. Já, ég var reyndar alveg til að skotbolti ekkert eðlilega skemmtilegt shit. Ok, skotbolta, en þú varst ekki út í leikjum 16 ára? Nei, ég var bara að leika mér í skotbolta, það er glæpur það. Nei, alls ekki. Sér var ég að horfa mikið á kvikmyndir. Já, ég líka. Ég var mikið movie buff á þessum tíma. Ég var ekki bera ofan í miðbæ Reykjavíkur að gegga eins og þessi höfðingi. Við erum líka bara að passa, hann þarf að halda sér svona grounded og góðum sko. Algjörlega, hann þarf að passa sér sko. Ég sagði líka við hann Árna fór, hann mætti aldrei sko, hann má ekki breytast í fáita sko. Nei. Hvíslaðanum, þú mátti ekki vera fáiti sko. Þú voru bara að vera á jörðinni með þetta. Voru þetta svona þín wisdom orð fyrir hann? Ég myndi bara setja hann í bómul. Risastóran bómul, ég myndi pakka honum inn í hann. Ég nú ekki þar hrættur að það gerist af því að hann var þú sást það, hann var mjög almennilegur og kurteis og hann veit alveg hvað hann að gera og að þú hlustar á textana hans, þú veist, hann að segja í textunum fylgist með mér í framtíðin og allt þetta. Ég hef aldrei í æfuminni held ég hlusta á unga strák með mikil sjálfstraust einhvern veginn. Já. Það er svona... En samt á þess að vera svona leiðilega kokki sko. Já, hann er það alls ekkert sko. Hann bara svona einhvern veginn aðeins meira töff fyrir allir hinir. Það má bara ekki dragast út í rap lífstílinn sko, sem er mjög óheilbrigður lífstíl. Nei, ertu hræddur við það? Já, veist, hann er 16 ára. Ég meina, herra hnetusmjör er ekkert á Vogi sko. Herra hnetusmjör hellir svaka lýs. Ég gigga með hnetunni sko. Já. Hann getur partýð. Hefurðu giggað með hnetunni? Já, ég giggaði með hnetunni. Egil, þú 35 ára DJ Muscleboy er ekki að sitja hérna og segja ég hef giggað með hnetunni. Ég giggaði með hnetunni, sko. Ég fæ óþægindarhald. Og það var rosalegt gigg. Og ég er mikill hnetumaður. Það er eiginlega minn uppáhalds rappar í dag. Það er hnetan. Sverri getur ekki lust á hann er mánað með fyrir hnetum. Já, málið er að sko hnetan er all in í rapp lífstílnum. Hnetan er full akkurat núna, ég lofa því. Hann er ekki eitthvað. Nú, hnetan er full. Er hnetan að taka þetta kölkinstæli? Er hann að fara út af sporinu og fara á dælunum? Já, hann er bara álveru. Bara tvítugur að skemmta sér. Hann rifir sér lífstílinn bara. Ég er mjög ánægð með hnetuna, ég dýrka hnetuna. Ég vona að fara ekki raug. Maður tók sjálfur fyrst lög að það var tvítugur, sko. En hnetan er ekki 16 ára. Ég var alveg í ruglinu þarna þessum tíma. Hnetan er ekki 16 ára, sko. Nei. En hnetan er 38 ára gamall. Hvað er hann gamall? Nei, hann er kringu 20. En Aron er bara, hann er a tiny little baby, sko, 16 ára. Pæli því, Aron er að skemmt, hann var að komin á hann, hann er að skemmt á skemmtistöðum að nóttu til og hann er ekkert með aldur, hann er bara inn og út, sko. Já. Það er stór merkilegt. Þetta er toppdrengur og það var gaman að fá hann hérna, herðu. Við skulum fara bara hér eftir smá stund í íslenskt slúður og fleira. Það held ég, kæru hlustendur, þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, það eru bara Öddi og Steindi núna, það kom óvænt símtal hérna á Egil. Hann þurfti að bruna, hann er náttúrulega að taka vídeo og já, leikstjóri hringdi bara í hann brjálæður. Já, menn hann kom náttúrulega bara, það var bara pása, en þú veist það var ekki pása, hann gerði pásu til þess að koma í þáttinn. En ég gef honum það, hann var nú með okkur helviti lengi, ég bjóst ekkert við honum í dag. Nei, og við þökkum Agli, hann er örugglega í bílnum núna að hlusta á leiðinni á settið aftur og við þökkum þið bara kærlega fyrir daginn, Egill. Takk fyrir daginn. En það
er hins vegar komið að lið sem ég veit að ég ætlaði að fíla að vera með í en missið því miður af og það er íslenskt slúður. Já, það er komið að brakandi fesku íslensku slúðri. Búið að lengi pásu þær. Búið að vera í góðri pásu og það er líka búið að sko hrúast inn punktar og e-mail og ég er búin að vera að fá bara alls konar svona hints og skilabóð bara úr öllum áttum. Ertu með eitthvað nýtt, fest og gott slúður? Hellingaði og meira segja í dag þá er ég með 4 móla. Vá, ég er með 4 móla í dag. Það er svo mikið að gera. Já, það er bara það mikið að gera. Það er brjálæði að gera í slúrinu. Ok. Og fyrsti móli sem ég ætla svona að koma aðeins inn á og það er vinnur okkar Frikki Dór. Frikki, því líka topp og nýja lagi hans. Nýja lagi, alveg æðislegt. Dönsum eins og hálfvitar. Já, eitt af besta sem bara Frikki hefur sendt frá sér að mínu mati. Alveg æðislegt lag og því miður er Frikki að lenda í slúðrinu. Það er svolítið svona. Þegar menn Nú er það leiðindaslúður? Já, sko, nei, svo sem ekki. En manstu, ég kom nú inn á það núna fyrir nokkru vikum. Eða kannski 2-3 mánuðum, ég manna ekki alveg. Þetta er allavega, ég var búinn að koma inn á að þegar Frikki var að spila í Hagaskóla. Stóð sig vel og þá byrjaði að hanga. Hann kynnist þarna strák, hann kynnist honum hann kynnist Héðinn Þórunnarsson. Sem var bara í krátun og þeir eru góði vinir. Já, þeir eru bara góði vinir. Strákurinn kunni öll löginars manstu og þeir fóru að spjalla saman eftir gigið og einhver mesta steipa sig hirt. Það var engin steipa. Nú voru þeir ekki byrjað að gista heima á hvorum öðrum? Já, foreldrar, Héðinn, mamma hans var ekkit rosalega hrifin af því en þeir voru, þeir tóku þarna, þeir bara voru að bonda mikið og Héðinn kunni textana og þeir voru þarna með eitthvað sameiginlega áhugamál og svona og þeir fóru bara Hvað er Héðinn gamall? Hann er 14. Já, og þeir tóku þarna, þeir gistu og voru bara, það var bara svona skemmtilegt, voru að snáðast, þeir voru bara í svefnpokum og voru að spjalla og þeir voru með vasaljós og það var þarna eitthvað sem brakaði fram í það var eitthvað svona því ég held að var eitthvað að brjótast inn, það var einn heima Héðinn og þá var fór Frikki og var eitthvað að kanna þetta fyrir hann var stærri og sterkari en þú veist, það bara var búið gaman hjá þeim. Og hvað ertu með eitthvað follow-up á þeim? Já, sem sagt núna Hvað heitir það? Héðinn? Þórunnarsson. Og núna fyrir stuttu þá sem sagt hendu þessu í bíó félagarnir. Og þeir þeir fóru að sjá sko einhverja kvikmynd hvað heit hún? Þetta er nú svolítið síðan sko, þetta er hún heit Black Mass. Já, Jó, með Johnny Depp. Með Johnny Depp, já. Það er nú ekki talant síðan hún var í bíó, sko. Nokkri mann, 2 mánuði kannski eitthvað. Og þeir hoppuðu á hana, stukku á hana í bíó og sem er nú kannski ekki frásögu færandi, sko. Nema hvað, að þegar myndin er að byrja, þeir voru búin að fara þarna í, þú veist, Frikki fekk sér nachos og Smarties og Héðinn var þarna með lindubuff og eitthvað svona, þeir voru bara, fóru í nammið og... Þetta er ekki smá ítalegt slóðum? Nei, og voru bara svona félagarnir, þú veist, og nóga popsalti og allir feskir. Svo fóru þeir þarna, þetta var í lúxusal. Þannig að hafa stappaði salurinn og allir þvílíkt peppaði fyrir náttúrulega Johnny Depp, sko. Og síðan kemur þarna inn maður með vasaljós, starfsmaður. Byrjaði að lýsa svona og Frikki líta svona Héðinn og Frikki á hann og Frikki fattast þess hvað er í gangi. Nú, hvað er í gangi? Það er bara myndin bönnuðin og 16 og Héðinn náttúrulega bara 14. Það var bara Frikki vissi strax að þetta væri vesen. Þetta var verið að leita að þarna þessu strák. Hann er líka lítill og svona. Hann lítur út fyrir að vera svona 12 ára. Og hann er svona lítill og nettur en Héðinn sko. Og þeir fara þarna og er eitthvað Frikki byrjar að reyna að fela sig hann veit bara að þetta er að fara í eitthvað rugl. Og afgreiðslumaðurinn pikkar í Héðinn og segir, þessi myndi bönnin og 16, þú verður að koma með okkur, þetta er ekki hægt sko. Hvar er foreldraðinir og allt það og hann alltaf bendi ég bara með Frikka Dór hérna. Og Frikki svona, og þá byrja Frikki svolítið, þetta er svolítið bara svona, stingur hann svolítið í baki að þetta. Þá segist hann ekki að hafa verið með honum. Segir bara, ég er bara þetta eitt sko, ég er að bíða eftir bara félaga sem er að koma og ég er ekki með hennum hérna núna, ég er bara eitt hérna sko. Þetta er þessi strákur situr bara. Það er illa gert. Það er mjög illa gert og Héðinn náttúrulega verið að draga hann út og hann kallar náttúrulega, ég er bastarður Frikki, segir hann. Ég er bastarður, segir hann. Á hverju kallar hann það? Hann er, þú veist, hann er sko bastarður, Héðinn. Já, hann er bastard sko, hann þekkir ekki pappa sinn sko. Og segir, þú veist, er svona að vera að yfirgefa svolítið í annað skiptið þarna. Já, leita hann á Frikka sem svona föðurinn. Já, þú veist, kannski ekki alveg, hann að segja, þú veist, var að kalla Frikki, ég bastarður, sagði hann. Þú veist, þú veist, ekki yfirgefa mig og svona, og Frikki náttúrulega sekkur bara alveg í stólinn og þetta er drama sem fer alveg fram og það er allt í rugli þarna og
Svo kemur í ljós nefnilega að Frikki, að þú veist, vinir þeirra, sameiginlega vinir þeirra úr Hagaskólanum sem ekki, sko, sem Frikki eitthvað aðeins byrjar að dandalast með líka Helgi og Ólafur okkur náungar sem eru svona sem eru líka á þeir líðutaböð Já, þeir eru 15 þeir eru 1 ára eldri og þeir eru svona búin að vera hvetja Frikka til að fara að salta hér og það líka bara búið að vera svona, þú veist, þeir eru komin í 10. og þeir eru komin með aldrei hitt, sko þeir eru farnir að smakka kannski bjór og eru komin í farnir í bíó og bannar og svona þeir eru farnir að svona héðin og Frikki alltaf hanga með þeim? Nei, Frikki er svona, þeir eru kunningjar hann, sko og Frikki er svona, hann er farin að standa svolítið í vegi fyrir, hann er svona farin að skemma svolítið héðin, hann að Frikki, sko, núna er verið að tala um að Frikki hafa gert það viljandi, var bara að nota þessa leið til að salta héðin, sko og héðin er, og bara svona til að láta vita þig, héðin er búin að vera núna að henda á Twitterin og er búin að vera að hashtagga Frikka í því, hann er ekki sáttuð hann. Þá er hann búin að segja bara, Frikki, þú vissir allan tíman að þetta væri bönnu mynd og þú gast valið einhverja alltara myndir og gast, við gáttum farið á Alvin og Íkotana þess vegna, við gáttum farið á hvað sem þú fórst á Black Mass viljandi þannig að það er svolítið svona þeir eru ekki vinnilegur það er eitthvað búið svona slettast á vinskapin en við vonum nú að þetta reddist maður ég er nú trúið því að þetta getur nú alveg eitthvað getur komið þetta er eitthvað mesta steypa sem mér er bara sagt þetta er engin vitleysa ég sást til þér á og það eru fjölda vitna þarna herðu, næsta slúður, það er ég veit að ég er nú oft komið inn á þetta og svoleiðis og þú hefur nú pirrast út í þetta en það var actually ásátt í töframanna síðustu helgi það er ekkert annað ásátt í töframanna síðustu helgi og það voru allir helstu töframenn mættir að sjálfsögðu það voru þetta bara eitthvað árlegt í það já, það voru Eldviski og það var Þurrís og það voru það var svona einhver svona gerfipöttur og klútar og blóm og pennar með vatni og það var allur pakkin það var alveg öllu til tjálta þarna og þetta var haldið með pomp og prakt hérna upp í Þórsmörk það var slúrið búið, var ekki bara stemning það var bara brjálu stemning og svona og sem er nú kannski ekki frásögu færandi nema það að Bjarni Töframæður, hann ætlaði að vera með hann ætlaði að frumsýna nýtt trikk þetta hann ætlaði að láta tippa á sig hverfa vildi baða sjálfbóðlega þetta er næsti pakki næsta pakki ég vil ekki heyra þetta á slúður ég nenni ekki, næsti pakki það var allavega Jón Arnó var hérna, foreldrar hans voru pirraðar hann var hérna það var alltaf bara þvílík ógæfa og drikja hérna þegar töframennir hittist það taka enga fanga þegar kemur að rugli sko herru, já, þá er það næsta slúður, ég fæ ekki að klára hérna. Nei, ekki, ég heyrði hvert þetta var að fara. Herru, það er að kannski einn daginn ef við erum með bara podcast og ekki vinna eitthvað starf, þá fyrir við þetta slúður. Nei, en það er Fannar í Hraðfréttum. Já. Hann er næstur, hann er látin. Nei, Jú. Það er bara búið að koma margt upp þar, það er náttúrulega Hraðfréttir er að hætta út af þessu. Já, bara næsta stendi, ég er búin að segja ekki. Þetta er svo, ok, ég veit ekki að stoppa allt slúður þar, ég er búin að segja þetta er svo ljótt að segja svona, sko. Nei, jú, þetta er bara vibbi og ég þetta er bara eitthvað sem ég var að lesa á Facebookinu, sko. Þeir eru bara að hætta með Hraðfréttir af því að þeim varst komið tíma það. Þátturinn æðislegur. Og ég segi nú bara takk fyrir mig. Já, við Hraðfréttir. Ég segi það líka, toppmenn. Og báður á lífi. Já, algjörlega, þannig að það er bara náttúrulega erfitt fyrir Benna að vera að standa eina nýs, það er bara svona. Herðu, þá er það síðasti mólin, það er engin annar en góðvinur þáttarins Sölvi Tryggvason. Já, ok. Það er Sölvi Tryggva. Já, namaste. Namaste, segir nú bara. Namaste. Hann er alltaf búin að missa sig í þessu jógadæmi. Já. Og hann er, hann er orðin bara svona einhvers konar svona andlegur meistari, sko. Okay. Andlegur svona, leiðtogi einhver. Hann er komið með fullt af fylgi og fólk er að fara eftir öllu sem hann segir og hann er bara hann er í Namaste. Ok. En hann fór í, hjólreiðatúr til Spánar. Það var fullt af fólki hérna, Rikka var mætt og alls konar lið. Rikka lendi með þessi slisi hérna. Já, leiðenda slisi. Já, og það er hérna sem betur fyrir lagi með hana. Já, sem betur fyrir lagi með hana og það er búið að vera í fjölmiðlum núna hérna í öllum helstu fjölmiðlum en við erum ekki að fara að tala um slísið. Nei. Þetta er áður en slísið gerðist og jafnvel orsök slísins. Setja silent í slúðurinn. En jafnvel þetta getur verið orsök slísins af því að hjólatúnum, þau ætluðu að hjóla ykkur 40 km og svo ætluðu að hjóla ykkur 100 km og það var fullt af fólki mætt þarna og Sölvi var að hjóla og allir að hjóla og svo var alltaf eitthvað svona hljóð eins og að væri verið að leka úr einhverju svona
Hvað þetta með þig og Sölva? Hvað sem að leka hjá Sölva? Nei, ég er að segja Nei, fólk held náttúrulega bara, heyrðu Ég flokkaði sem einn af mínum betri vinnum Ég fatt ekki það grín hér Hvað að leka alltaf hjá Sölva? Nei, sko, býta aðeins Það var að leka alltaf annað eitthvað Og það var eitthvað tjóðs leki og fólk var alltaf að stoppa hjólin eða stoppa og bara, heyrðu, hvað að leka hérna og voru að kíkja í dekkin alltaf og svo, þú veist, var einhver sem var að hlustu hvað þessi leki og svona og það heyrist alltaf svona kemur í bylgjum og fólk var að svona athuga hvort það var ekki hart í dekkjum og voru að athuga hvort að ventlarnir var ekki þétt skrúaðir á og svona fundi ekki að leka, svo hjóluðu það heyrist aftur lekahljóð og það var alltaf verið að stoppa og svo var bara, heyrðu, nú göngum við bara á öll hjólin þetta er bara að tefja okkur þvílít við erum bara að tefjast þetta bara hálfan dag Þetta heyrist eitthvað út af hjóla eitthvað Já, þetta heyrist nefnilega svona hátt og þú fyrir að leita á hjólinn og leita á hjólinn til sjá Rikku og öllum og þetta var að tefja svolítið þetta gæti verið orsök slysins líka við erum alltaf að tefja svona hún var bara orðin köld Rikka og hefur tótti út af því keðjan einhvern veginn fór í rugl en allavega þá var sko verið að kíkja á lekan og svona svo var hvergi leki svo var Sölvi mjög aftarlega og var að kíkja á lekan í honum og það var svona að halla sig svona yfir dekkið og þar heyrist smá svona svona, en ekki samt úr dekkinu heldur meira svona úr honum og svo er þessi, hvað það gera, hvað það hallar yfir dekkið á mér, segir hann þú veist, og svona byrjaði svona þú veist, hætt að pæla í þessu djöfs leka og getur ekki bara hjóla sann og það var svona eins og hann takit ákislega inn á sig, þennan leka og var alveg eldröður í framann og það komið gott, Sölvi leikur ekki og Fannar á lífi en þá þetta sem sagt koma úr Sölva það var ekki afsagt í dagur og manna og Freki Dór ekki hanga með úrlíkun Marvel kynir Captain America Civil War Þau eru mætt Captain America, Iron Man, Black Widow, Winter Soldier, Falcon, Hawkeye, Vision, Black Panther, Ant-Man og Spider-Man Ekki missa myndinni sem gagnrýnendur segja besta Marvel myndin til þessa You chose the wrong side Captain America Civil War Komin í bíó Komdu á Lokal Þú gætir að vísu upplifað valkvíða yfir matseðlinum En góðu fréttirnar eru að það er allt gott á matseðlinum. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Eftir slys tekur oft við mikil óvissa. Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Þú verður að prófa Club Wrap. Ljúffengar kjúklingalundir og brakandi stökt bacon með salati, tómötum, osti og Clubhouse sósu. Vafið inn í mjúka tortillu á aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Þú hreyðrar þig í notalegu hótelherbergi með kaffibolla á kantinum og ljúfa tónlist í eyrunum. En þú ert samt í vinnunni. Með Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 og framtíðin í skýjunum. Skór á alla fjölskylduna. Next, Kringlunni. Mountain Dew kynir. Kian and JC í Háskólabíói 25. júní. YouTube-stjörnurnar JC Vinsælu koma til Íslands með sýninguna Don't Try This at Home. Miðasala hefst á 5. daginn klukkan 10 á tix.is. Sena Live. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Staring at the window, feeling nothing. Thoughts get lost in traffic sounds. I miss your love, I miss your face, I miss your smile. I miss your faults, I miss your place, I miss your style. I miss your lips, I miss your hips, cause that shit wild. I miss the way your phone number ain't come on. Það held ég, kæru hlustendur, það bara því miður komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð í dag. Anskotin hafið það hvað það líður alltaf rætt. Já, þetta fljótt að líða. Egill núna, já, hann bara farinn, já. Hann bara ennþá farinn, já, hann fór á hann og hann að skjóta nýtt myndband. Tónlistavídeó. Já. Sem hressandi, DJ Muscleboy. Þú kallaði á næsta, Hallbjörn Hjartar? Já, hann vildi ekkert ég var að ræða það í útvarpinu. Ég var ekkert að meina, hann að gera eitthvað countrylag. Já.
og þetta var off aðan, ég spurði hann hvort hann væri þá nýja Hallbeinn Hjarta, svona Þóríki Norðursins. Það þetta fárlega fyndið. Hann var bara reiður. Já, hann var reiður, já. En mér að Muscle Boys sé að fara að henda eitthvað countrylag, ég verð að veikjana, ég nú bara spenntur. Þetta er náttúrulega eitthvað svona country techno eitthvað bull. Já. En Hallbeinn Hjarta, hann alveg hættur? Já, ég ætla að vona það bara. Já, menar. En það er búið að fara hressandi þáttur. Aron Kahn mætti til okkar. Já. Og nú þekkjum við strákinn. Djöfull er ég ánægður með hann. Þetta er toppdrengur. Hann er virkilega flottur. Já, og líka bara flottur tónlistarmaður. Ekki spurning, hann er bara eitt svo ferskast sem hefur komið lengi og það eru mjög spennandi að fylgjast með honum. Hvað hann og bara framhaldinu og næstu lögum. Þú fekst að vera engamáli? Já, ég fekk að vera engamáli. Og íslensk slúður? Já, það var brakandi fest í dag. Og ég gleymd að segja, við náttúrulega vorum í íslenska slúðurinn réttan, þú náttúrulega berð alla ábyrgð á íslensku slúðri, en þú reyndar ekki lengur verktaki hér í þessu veiti. Nei, ég veit það nú ekki, en við erum allir saman í slúðri er svolítið þitt. Nei, ég segi það nú ekki. Nei, ég er bara sendibóðinn, hann má ekki skjóta hann má ekki. En það voru augljósar staðreyndir, það var margt að gera spurning. Ég er king of rock'n'roll. Já, það er náttúrulega ekki til að monta það, þú ert king of rock'n'roll af því að þú ert nísku sóði. Ég segi það stoltur, ég er king of rock'n'roll. Hvernig er helgin? Herðu, hún er bara, það er bara tökur og vinna og bara djöflast. Bara same old, en maður reynir nú að finna ykkur tíma til að slaka þessu. Segðu. Vonandi eigið þið góða helgi, elsku hlustendur, við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustunina í dag. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag, endilega stillið á okkur eigið góða helgi, gangi hægt gleðina þér. Er eitthvað skrall helgina? Er þetta bara svona róleg helgi? Nei, vistu, ég held að sé tjóðs púk í mönnum. Mér finnst það, 7. maí. Já, það er einhvern veginn allir ennþá nýbúin að fá útborgað og það eru, þú veist, það er bara púk í mönnum, það er komið sumar og það kemur ekki á óvart ef annarkum maður verið að fara á. Þegar þú varst upp á þitt versta í skrallinu, Steindi, og varst alltaf niður bæfullur, hvað varstu lengi að klára launin? Þú veist, eins og ég var byrjaðar að þurfa að drekka allt áfengi heima hjá mér svona 10. Það er svoleiðis, en það dýrasta sem þú gerir, það er náttúrulega bara basically að djamma og éta út. Er þetta ekki peningur, fer hann ekki aðal í djam og éta úti? Já. Svona, þú veist, eftir þú ert búin að borga ykkur reikning og svona, þá er það bara peningin, hérna hef ég þennan pening milli handana, mest á hann fer í þetta. Og djammið er helviti dýrt. Ég var basically bara svona þegar ég var aðeins yngri og var á allar helgar úti. Ég held að ég hafi verið búin með, ég var ekkert að fara út í kvöld, sko. Við getum orðað þannig, ég var ekki að fara út í kvöld. Jó, En varstu, þetta er eitthvað sem ég reyndi að skammast mér fyrir en varstu ekkert að stoppa með fleig eða eitthvað inn á það? Ég var alltaf með fleig og eitthvað með þessi krakkar í dag, þau rúlla allt og hátt, þau eru alltaf bólinn. Ég held að ungt fólk í dag sé ekkert með neitt fleig inn á sér, það er bara á pöbnum að vestra. Það var líka svo geggjað þegar maður gæti farið í miðgar og bara verið með flöskun á sér. Já, það var bara gamli draumurinn. En það kom að lokum enn eina ferðina hérna og við heyrjumst þetta viku. Takk fyrir hlustuninn í dag. Takk.